Það held ég nú, ljúf stund hér í hlaðarpi þjóðmála. Hlaðarp sem ekki bara hlaðarp lengur, þegar nú erum við mynd. Verið velkomnir, Stefán Einar Stefánsson, Hörður Ægisson. Takk fyrir það. Gaman að sjá okkur. Hvernig tökum við okkur út? Já, það bara vonandi vel. Já, það kemur í ljós. Það kemur í ljós, Já. við sjáum til. Þetta dálítil áhætta hjá þér að færa þetta í mynd með þetta föruneyti. Gæti verið fyrsti og síðasti þátturinn í mynd. Bara við þökkum bara áhorfendum fyrir samfélgina. Allir vinur okkur Epibætt að byggt þetta stúdíu til einskis. Nei, það lítur nú maður að koma í mannstað. Já, það skulle við vona. Þorsteinn í kallmennskunni geti ekki nýtt þetta undir sína framleiðslu. Mögulega. Ætli hann borði kjöt? Nei, það nú ekki hluta dygða skreitingaprógrami dagsins. Við ætlum að gera það. Við erum með matur á kjötkambarinu. Sjáum við veistlum það. Þetta lítur vel út. Þetta er þáttur nummer 350 í hlaðarpi þjóðmála. Já, ok. Trúið því? Já. Maður hefði ekki trúið því þegar maður byrjaði á þessu. Áttu enga vini? Nei, já. Hvar finnur þú tími í þetta? Ég kalli ykkur kunningja. Ég hörður vinuðin, ég er svona meira kunningi. Já, þetta er svolítið þannig sko. Ég var að útskýra fyrir krökkunum daginn að maður á ekkert marga vini í lífinu en maður á marga kunningja. Já, það er svona. Það er rétt. Herðu, ég reyndar sko áðurum fyrir lengra. Þetta er þáttur nummer 350. Stefán Einar, þetta er 100. þáttur sem þú mættir í. Já. Sæla minningar. Bara takk fyrir þetta samstarf. Búið að frábært að hafa í miðjum. Er ég búin að fylla kvótan? Herðu, ég fór í Herragarinn og keypti hérna smá gjöf þetta. Allir sem kom í 100 þætti þeir fá smá gjöf. Þetta meina þetta? Já. Hafa margir fengið slíkar gjöf? Ekki að þá. Nei, það kemur að því. Býttu nú við. Á ég að opna þetta? Já, sýndu fólki hvað þetta er. Þannig að þetta með fái flott bindi. Þetta er super elegant eins og vinkonur okkar myndu segja. Já, hérna hér. Þakka þér fyrir. Nei, þakka þér. Á ég að kissa þér fyrir þetta? Nei, ég skulle ekki gera það. Allavega ekki útsending. Þorsteinn í kallmennskunum myndi kannski vilja það. Við getum sýnt á okkur mýkri hliðar. Já, við erum mjúkir menn inni við beinið. Á ég langt í land með að fá svona... Þetta er 79. þátturinn þinn. Þannig að það er ekkert svo langt í þetta. Já. Sko bindið er nýja gullúrið. Já, sko þetta fylgir vísitölu þannig að þú fær kannski jakkafett. Er svo langt í að fá að koma. Nei. En hér erum við komnir saman í þetta glæsilega stúdíó. Við erum hérna með hennar fína skjá sem að vinur okkar í Olmsson lét okkur hafa, Samsung skjára sjálfsögðu. Matur frá kjötkamparinu, á ekki að grilla eitthvað helgina? Jú, alltaf. Já, ég er að fara vía grill. Já. Kólagrill frá Evrdjúr. Já. Ég hef bara staðið til að gera það lengi en ekki gefist tími til. Ég hef verið á fullu vinnu fyrir þig erlendis og út um allt. Þannig að núna er loksins komið að þeim að geta aðeins frjálst höfu strókið. Loksins, hlut að koma að því. Og hér erum við með, af því að þetta er náttúrulega stórt tilefni í dag, fyrsti þátturinn er mynd og þátturinn er 350. Já. Þannig að hann Styrmir í Kampaðinsfélaginu, hann lét okkur hafa hér hvað? Já, þetta er vín sem við höfum ekki drukkið hér áður. Við höfum drukkið systurvín þess, en þetta er þetta rósa kampavín frá Leclerc Brillant og þetta er vín sem var geymt í 1 ár á sjávarbotni úti fyrir ströndu Normandí á 60 metra dýpi og heitir Abyss og er mjög eftirsótt og skemmtilegt vín og ég veit ekki hvort að það... Þetta er kassin hana á endanum á vorinu. Ef myndin prentast vel eins og sagt verið mókarinn mikilvægt daga, þá sjá menn hér kóralmyndanir og hrúðurkalla ýmiskonar og hérna, þetta er allt náttúrulegt, þetta er ekkert fake, þetta er bara úr Atlantshafinu. Við ætlum að smakka þetta. Já, þetta lítur vel út. Og ætlum að drekka, að því að þetta er svo stórkostlegt vín og höfugt og mikið, þá ætlum að drekka þetta úr þessum víðu búrgundi glösum frá Saltó. Já, Styrmir sko heimtaði það að ég kæmi til hans og ég þurfti að sækja þessi glös sérstaklega. Já. Þannig að það er kannski bara velis virði. Hann er algjörlega með hlutin á hreinu, þessi maður. Eins og við, vonandi. Já, ég hef ekki hitt, hann er að skemmtilegur. Já, svona. Hann er líka bara svona kunningi. Það er ekki að segja þessi vinur, en já. Herru, fóruð þið ekki að landsleikinu daginn? Ísland, já, við fórum á Ísland-Azerbaijan. Jú. Svo bara var svaka leikur núna, hvað var þetta á sunnudaginn, mánudaginn? Þriðjudaginn. Dómara skandal. Þetta var ömurlegt. Þeir hefðu aldrei dæmt þetta marka af frökkunum ef að þeir hefðu skorað með þessum hætti. Já, heldur það? Nei, aldrei. Þetta var líka með okkar maður Konati sem fjall þarna í vörðunni og frökkum. Það var ekki eins og hann verið að biðja þetta sérstaklega. Nei, og hann var alveg tröll að manni heldur en þessu treyjutói. Þetta var bara svona örlítið. Ekki til að ef fólk er að horfa þá getur það að sé ekki þeir sem er að hlusta. Við erum að leika þetta. Ég hef þetta, fljúa þetta niður bara. Við fyrum á leikina, ekki?
Jó, við verum 10. með og 13. mótsmiðana frá KSÍ, Já, já. fyrirtækja mótsmiðana. Fyrirtækin að kaupa sér mótsmiða bara í Hríðarhraunum, sérstaklega eftir þennan leik á þriðjudaginn. Það verður mikil spennandi þegar frakkarnir koma hingað. Þetta bara í fyrsta skipti í mörg ás maður upplifur þessi komin bara alvöru stemningi kringu liðið sko. Já, loksins, gerist það aftur. Öflugir menn, landsliðsþjálfarinn legið dálítið undir gagnrýni fyrir liðsvalið, svona valið menn kannski úr óvæntir áttum heldur en hefðbundið en það virðist vera að virka og ég verð að segja að Azerbaijan-leikurinn, hann var auðvitað áhugaverður vegna þess að þetta gekk hvorkinni rak í upphafilegs, eiginlega ekkert fram að hálfleik eða rétt undir síðasta og svo koma þessi 5 mörk í heldina og ég var þarna með sonum mínum og þetta er alveg sérstaklega mikil upplifun fyrir krakkan að þegar stemningin verður svona mikið, þú eru að sjá þessi mög, þú þurfur ekki að bíða endalaust eftir því að menn skori, þetta var ekki markalust í aftöfli eða 1-0 eða slíkt. Þetta var bara til mikilvæg fyrirmyndar. Þetta er náttúrulega sko, þetta getur komið í baki á manni af því að ef maður kaupir svona mótsmiða, þú veist, þá getur maður sendt sko leiðilegu starfsmenn á leiðilegu leikina, eða það sem maður heldur að vera leiðilegu leikinir, sem er það sem ég gerði þarna við ykkur á þennan leik, og svo fengum við bara 3 skemmtilega leik. Já, og gerum sjálfsögða kröfu til þess að fá þetta miða á Frakklandsleikin sérstaklega og Úkraínuleiki líka. Þeir eru búnir að fá miða sko, við ræðum þetta setna. Við tölum þetta eftir þátt. Það fyrir eftir hvernig við stöndum. Ég var ekki að mæta hér í þessu útsendingu fyrir ekki neitt. En hörðu, sko, við ætlum ekki að tala mikið um fótbolta en hörður, þú ert á Skaganum. Já, og þeir voru áberandi í þessu leik. Já, ég segi bara takk fyrir mig. Þetta var yndislegt. Þeir Akkur settur ekki meira 25 eurur? Ég er bara svo hófsamur. Já, ég er ekki sami fjárglefra maður eins og þú. Áttu ekki til Allotech? Til merki hósinu mín og þá ég hef bara verið ráleikja þér að kaupa Allotech, ekki Gísla. Ég seldi húsið mitt og ég bara stend hér á nærbjörnsunum einu fata. Þetta sko fjárfestingar á ekki harðar. Hvað var stuðullin? 5 á Stuðullin var 5 og það ég myndi taka Breiðablik og ég setti á þína menn að Skaganum sem að hafa nú áður hjálpa mér aðeins í sumar. Þetta fer nú 125 eurur, þetta fer nú langleginn upp í útaskjaldið. Er þetta ekki bara akkurat? Já, svona næsta því. Slagir það, 20 skatt. Já, okkurleis. Þeir eru uppbyggðaslu samir Skagamennir þessa dagana, Ólafur Adolfsson, þetta er bara út um allt. Já. Hann var nú að gera sér breiðan í dag, var að reka starfsfólk úr þingflokkum. Já. Þingflokki Sjálfstæðisflokksins. Hverju voru það sem urðu fyrir öxinni þar? Allan að veit ég að Andri Steinn Hilmarsson var látið fara, sem var nú að gifta sig nýlega helgi. Það er alltaf brúðkaupsgjöfin. Já. Og Viktor Ingi Lorenz líka. Og mögulega einhver fleiri. Ok, ég sem held að Viktor Ingi hefði séð sminkið á Guðrúnu þarna fyrir þingsetninguna. Að púðra hana. Já, ekki veit ég hvað Andri gerði með grunar að hann hafi blásið á henni hárið. Já, það geta alveg verið. Og þetta eru þakkirnar. Já. Þannig að það eru hreinsanir þarna eins og kannski við annar staðar. Já. Er ekki 7 starfsmenn í þingflokknum eitthvað álíka? Jú, 5 eða 7, ég man ekki hvað það er. Jafn mikið á þingmenn. Þannig að þetta kannski líður því að samina flokkin. Já, þetta er allt á uppleið og þingflokksformaður farinn og framkvæmdastjórinn og Já, það er bara spurning hvernig þetta endar. Já. Þeir eru þó ekki í þeirri stöðu sem að Framsóknarflokkurinn er með höllur hund að vera með þingflokk þar sem að innanborðs er fólk í öðrum flokkum. Svolítið minnir á, eða munið það með vinstri stjórnina stjórnina sem var mynduð 2016 var það ekki? 2016 var Björt Framtíð Viðreisn. Já, ég er að vísa í 2017 stjórnina sem tók við þegar Vinstri Grænir kom inn og menn mynda stjórn og segja, já, við erum með ríflega meirihluta, reynda svo ríflegan að Andrés Ingi Jónsson og Rósa Björk Brynjarsdóttir, þau styðja stjórnin ekki. Já, alveg. Og þótti ekkert tiltökumál. Svo heldur þau bara sínum störfum áfram á vettvangi þingflokks Vinstri Græn. Einmitt, þess að geta verið. Alveg furðulegt. Skál, þetta er mjög gott vín. Já, þetta er alveg, og sjáuði hvað þetta er og mjög gott bara nær ekki snutunum það sko. Skál kunningjar. Kunningjarskál. Þetta er svona eldis laxablekt. Já. Ég náttúrulega sko spilaði þetta lag hér í byrjun í United af því að í dag þetta er ljúfint. En er næstu því upp á dag 9 mánuðir frá því að þið komið síðast saman í þjóðmál. Var fólk orðið þreytt á okkur? Fólk í fleirtölu. Já, þú veist, ég helst ekki svara því. En það er margir búin að spyrja mig hvað kom upp á.
Já, það er ólangt mál að fara yfir það. Já, það, sko, ef að reyna að fara yfir þetta með þeim. Eigum við ekki bara að segja að þessi þáttur feli í sig sögulega sættir? Sko, það var þannig að Hörður hvatti mig til að kaupa í Alvotek og svo ég bara verið að reyna að skrapa saman öðrum síðan. Nei, þetta er svona, þetta er gaman að fá okkur saman á ný. Mjög ánægilegt og tíminn er fljótur að líða og við höfum þetta mætt hér í sikkoru lagi og annað og þetta er þetta líka kostunum við þessa fínu útgerðina að þú þarft ekki alltaf að vera með sömu áhöfnina. Það er hér gilda eins konar vökulög og við treystum því bara við Hörður að það líði núna 9 mánuði þar þú kallar okkur saman. Það kemur í ljós. Þið vitnuðið í þingsetningur áðan, það var náttúrulega þingið var sett, við erum búin að fara yfir nýtt útlit á formanni Sjálfstæðisflokksins en hvað segið þið með annað varðandi þessa þingsetningu? Stefnur eða forsætisráðherra á miðvikudeginum, það sem var meðal annars búið að skattahækkanir, við nú að tala þessum fjárlögin eftir. Já. Var eitthvað í þessari þingsetningu sem að það sem kannski helst átti athygli var alltaf að ræða forsetans? Já, sem að er nú mikið furðuleg heita mál, sko. Á hverju? Vegna þess að ég held að forsetin hefði getað með réttur ráðgjöf og yfirlegu fjallað þessi mál og mikilvægi þess að þingstörfin séu góðu horfi án þess að vísa beint í deilumál sem er nýlokið og kannski jafnvel ekki alveg til lykta leitt því að þingið er nú að koma saman og þá mun koma betur í ljós hvort að sárin séu gróin. Ég held að þau séu það ekki þrátt fyrir heit annað. Og það er rosalega alvarlegt þegar forseti Íslands fer svona inn í mál og tekur sér í raun og veru stöðu með stjórnar meirihlutanum. Það geta komið upp aðstæður þar sem forsetin þarf að stíga inn í og lýsa sinni skoðun og annað í þeim dúr. Þetta mál er ekki þess eðlis. Halla er ný í embætti og ég held að mörgum hafi brugðið dálítið við þetta. Ég held að þetta sé reynsluleysi og mislestur á aðstæðum. Hún hefði alveg getað komið inn á þessar aðstæður og hvað til samstöðana án þess að fara að nota orð eins og málþóf og annað í þeim dúr. Já, hún þetta tók upp nánast orðrétt málflutning stjórnarmeirihlutans í sumar með orða vali sínu eins og Stefán nefnir og maður velti fyrir sig, þú veist, hverjir eru ráðgjafar hennar? Eru ráðgjafar hjá henni inn á Bessastöðum? Já, nú leikur fyrir að hún er að fá annan aðstoðarmann, annan forsetarittari. Verður þá með 2 slíka. Þetta er skipuð skrifstofu auðvitað. Það sem Hörður er að reyna að segja og fara pent í það er auðvitað svo staðreynd að skrifstofustjóri forsetaembættisins er Árni Sigurjónsson sem er faðir aðstoðarmanns Kristrúnar Frostadóttur. Þannig að þarna eru augljós pólitísk tengsl og einhvern veginn óttast maður miður að þarna séu hlutir að smitast á milli. Er þetta ekki nákvæmlega þessu allar en þorður ekki að gera? Á sama tíma kemur síðan forseti þingsins, Þórunn Sveinbjarnardóttir og hélt ræðu þar sem hún var að reyna að rétta sáttarhönd til þingsins. Og sagði þá hann þyrfti að ávinna sér traust. Já, allt saman satt og rétt. Til ekki að þingmanna. Og þar fekk maður á tilfenguna við heyrt að þingmönnum hafi þótt svona meiri bragur á því heldur en í ræðu Höllu og kannski var engin ástæði fyrir Höllu eins og Stefán rakti hennar til þess að stíga inn í þessu umræða með þessum hætti, sérstaklega þegar forsetið þingsins er að reyna að svona ná að sáttum á milli stjórnarmeirihlutans. En haldið þið að sko aðstæðan frá því í vor eigi eftir að flytjast yfir á haustið, það er að segja andrúmsloftið og vinnubrögðin og svona móratinn í þinginu? Ég hef ekki gerð það óhjákvæmilega, þetta er sama fólkið. Þau komu til mín í spursmál Hildur Sverrisdóttir, Guðmundur Ari og Sigmar Guðmundsson í fyrsta þátt haustsins og það byrjaði nú vel og þar var talað, eða svona maður upplýtt áltins áttatón. Svo þegar ég kastaði bara inn á borðið spurningunum eftirleik veiðigjaldana, þá fór bara allt í hund og kött. Og Hildur er augljóslega mjög ósátt og þeir ætla ekki að gefa neitt eftir í sinni söguskýringu það að minnihlutin hafi eyðilagt fyrir öllum öðrum framfaramálum annað í þeim dúr. Það sem síðan gerðist reyndar strax í kjölfarið var að Guðrún rak Hildi og setti Ólaf Adolfsson í embætti þingflokksformanns og Ólafur fór strax að tala með svipuðum hætti þar að segja að fólk var orðið þreytt á málþófinu og annað í þeim dúr og ég held því miður að og ég veit ekki hvort það sé reynsluleysi eða annað en
þetta í raun og veru uppgjöf. Það verið að undirgangast bara friðar skilmála sigurvegarans þegar þú viðurkennir það að þú hafir einhvern veginn farið yfir strikið í málþófinu. Og reyndar að sína kannanir að mörgum þykir svo að verið. En ég held hins vegar í því sambandi að stjórnar minnihlutin ætti að draga andan djúpt og ekki að rökka á hjörunum þó að einhverju séu ósáttu við þetta málþóf og framgöngu minnihlutans vegna þess að ég held að það muni koma mjög skýrt fram og reyndar nú þegar farið að koma harkalega fram hversu vond löggjöf þetta hversu vond stefna þetta að ætla að innheimta með þessum hætti og svona aggressívum hætti þessa miklu fjármuni af útgerðinni. Byrjaði að hafa áhrif? Já, það byrjaði að hafa áhrif eins og dæmi sanna og ég var nú með binna í vinnslustöðinni í þætti hjá mér núna áðan. Þeir eru búin að segja 50 manns sem að spara fyrirtækinu þeirra svona 300-400 milljónir en þeir þurfa að stoppa upp í gat upp á 850 milljónir. Þannig að þeir eru ekki hættir og það eru sýnilegu áhrifin en ósýnilegu áhrifin eru síðan fjárfestingin sem aldrei verður. Við fórum daginn í Skinnið Þinganes þar sem að menna að setja upp einhverja flottustu og sjálfvirkustu frystigeymslu í heimi. Þeir eru að fá til landsins sinna tíðar mjög öflugt hátækniskip sem að mynda nú verði kosta kannski 8 milljarða. Aðalsteinn Ingólfsson sagði einfallega að þeir hefðu aldrei ráðist í þá fjárfestingu ef þá hefðu grunað að þessi skattheimta væri yfirvofandi. Og þetta eru bara hlutir sem að við munum aldrei geta greint með berum augum eða beint en við munum bara sjá það held ég svona með óbeinum hætti í hagtölum og minni slagkrafti í verðmætasköpunni sem aftur síðan kemur niður á ekki bara bankabókunum hjá útgerðarmönnum eins og stundum er látið liggja að. Grein sem að maka krókin eins og Hanna Katrín sagði. Já, og þetta er alveg hræðilegt að fyrirtæki skuli ganga vel. Það er miklu betur að þetta gengi allt illa. En það mun síðan þá bara byrtast í því að það verða færri krónur í kassanum til þess að byggja við þjóðleikhúsið eða reisa hjúkrunarheimili eða taka fleiri flóttamönnum eða hvernig menn vilja ráðstafa þeim fjármunum. Senda pening til Palestínu eins og Þorgerður Katrín. Já, það er í minningarsjóð hryðjuverkamannanna sem að Mohamed Abbas stýrir. Þið vissuð að því. Þeir eru með kerfi, það voru þarna vígamenn sem voru felldir í Jerúsalem eftir að hafa dreitað niður 6 manns í strætó og sært 20. Og kerfið er þannig að ef að þú ferð yfir landamærin inn til Ísraels og fremur hryðjuverk og er drepinn, að þá tryggir þessi sjóður Palestínu stjórnarinnar fjölskyldunni $400 á mánuði út ævina. Og núna er verið að fleita meir og meiri fjármunum frá Íslandi inn til palestíska stjórnvalda og það skal enginn segja mér að það fari ekki inn í þessa sjóði sem að fari það að fjármagna hryðjuverkastarfsemi gagnvart saklausum borgurum. Þetta er auðvitað mjög geðslegt. Já. Ykkur við þetta bæta hörur? Nei, eins og Stefán segi, ég meina afleiðingar þess að vanhugsaða veiðigjaldafrumvarps sem var keyrt í gegn í sumar og auðvitað vissu þau að þetta myndi að hafa þessa afleiðingar. Kristrún og Þorgerður og annað fórustu fólk í ríkisstjórninni þóttu reyna að koma með einhverjar mjög svona skapandi útskýringar í fjölmiðlum undanfarna dag og vikur þegar við sjáum fréttir af uppsögnum þessara fyrirtækja. En þau bara tóku þá kalkuleru afstöðu að pólitísku ávinninguna af því að gera þetta með þessum hætti sína hverjir hafa valdið, láta útgerðina hafa það, að þau myndi græða á því pólitísið og það er alveg rétt til skamstíma litið, við sjáum það í öllum bara skoðanakönnum sem birtast okkur undanfarið. Þetta er kallað populismi? Þetta er kallað populismi, bara hreinn og beinn og það er þetta dálítið svona hjákallið, við erum það kannski betur eftir í tengslum við atvinnustefnuna, þessi afleiðingar þessa, eins og sagði vanhugsaða veiðigjaldafrumvarps, birtast á sama tíma og Kristrún og ríkisstjórnin er að kynna margt ágætis markmið aukna framleiðni og verðmætasköpun í Íslandi svona næstu 10 árin og á sama tíma þurfa að höggva í þá atvinnugrein sem hefur verið Íslandsmeistari í því að auka framleiðni. Bara burðar ásinn. Já. Þannig að þetta er dálítið sorglegt sko. Síðan voru fjárlögin kynnt í vikunni og ég verð að segja mér brá við að reka augunni í eitt atriði. Já. Og það er að, sko, eins og þið vitið að þá þetta er fjárlega frumvarpið er kyngreint. Það fyrir fram kynjagreining á öllum líðum frumvarpsins. Það er starfsfólki í fullu starfi í ráðuneytinu. Í ráðuneytinu að sinna þessu. Hversu margir? Ég held að sé 80 manns. 40 kallar og 40 konur vinn á vöktum.
samkvæmt ráðunendur þá eru kynin bara 2. Já. Bara ég held að geta leið fyrir. Nei, menna, það komið 2025, ég held að vera bara komið lengur þetta. Já, nei. Ég segi það með þetta Ég segi bara svo hann að hér er fortíðin að banka upp á. Þeir hafa greinlega ráði manneskjöldastar sem kann bara telja upp á 2 sko. Nei, það var nú bent á það hérna í Mogganum í morgun náttúrulega þessar lýsingar inn í þingskjölunum það sem að vera sko Andrea Sigurdóttir vinkonokka var með það þurfa að líta til þess við ákvarðanir það hvar skuli sinna viðhald á vegum og ekki að sko konur upplifa sig óöruggar í umferðinni heldur en kallar og hérna, en hins vegar þá degi fleiri kallar í umferðinu og þeir séu líklegri til að keyra í dreifbíli og ég að velta hinn mér ef að kallarnir meira að keyra í dreifbíli en konurnar eru bæði hræddari og séu meira að keyra á hérna í þéttbílinu svo vitt að sé orð ráðundsins að þá hlýtur út frá jafnréttissjónarmiðum að þurfa að dæla miklu meiri peningum í vegakerfi í þéttbílinu til að draga úr ótta kvenna og gera þeim kleift að aka meira hvers konar dómadagsdella þetta? Hvaða starfsmaður það sem labbaði heim til sín eftir langan vinnudag eitthvað þriðjudaginn eftir að hafa samið þennan text? Ég vil bara fá nafnið á þessu starfsmanni. Fyrir næsta þátt, þetta verkefni. Já, bara byggðum við okkar í búlífsmyndi að draga upp mynda þeim starfsmanni hérna. Nei, pældi í þessu, við erum að hlæja þessari þvælu hérna, en það er raunverulega 80 starfsmenn. Það ekki? Jú. Sem eru sem eru að fá borga fyrir að gera þetta og þjónar engum. Mér er bara leiðild að Stefán skildi að fullir þetta væri bara kallar á konur við vitum það ekki, við skulum ekki vera með staðhæfingar hér það sko. Ég sagði í þættinu við spörsmálum við dag, ég bara varpaði fram einni einfaldari spurningu, hvers á hán að gjalda í þessar umræðu og ég vil fá greining á því hversu hrædd hánin eru í umferðinni og hvort að þau keyri meira í dreifbíli eða þéttbíli. Þetta dregur auðvitað fram ruglið þessu. Svo er það ofanflóðavarnirnar Ég get svo sagt það að starfsmjörn ráðundur er ekki hlátur í huga þegar við semja þetta Ofanflóðavarnir sem eru mjög mikilvægar og eru mér mikið í hættasmáli. Ég kem frá Patreksfirði þar sem féllu hræðileg flóð 1983. Aukið fjármagn til ofanflóðavarna getur þannig stuðlað að jafnrétti með því að fyrirbyggja þörf fyrir rýmingar. Og af hverju? Vegna þess að rýmingar raska daglegu lífi fólks og að við slíkar aðstæður aukist umönnunarbyrði sem að leggst þyngra á konur. Ég vil fá nafnið á þessum starfsmanni og ég vil fá hann í viðtal í spursmálum og ég skal segja ykkur að það verður síðasta viðtal við komandi. Hann mun segja upp og hann verður ráðinn örugglega á einkamarkaðinn í svipuverkefni. Já, ég veit. Mjög líklegt. Það eru fjárlagafrumvarpið á að skila 15 milljarðar króna halla. Eigum við ekki að biðja að við okkar Epic að henda bara upp stuðli hvort að þetta standist ekki, er ekki að gera svona yfir undir stuðul? Jú, viltu Epic Bet tappi peningu það? Já, sko, ég sá fyrir mér að Ragnar Þór og Dagur B. sem er báðir eiga að digra varasjóði eftir starfsfólk þeirra hjá fyrirstörfum, getur sett á þetta? Neyðarsjóði. Neyðarsjóði fyrir ekki. Þeir getur jafnvel tvöfalda neyðarsjóðin ef stuðlarnir vera hentugir. Já, þeir geta stýrt í sjálfur. Ég veit ekki hvort þið sé samlega mér, ég sá að þú mættir Stefán á kynningu frumvarpsins á mándagsmorgunni, byrjulega 9. Þú hefðir ekki getað mætt á slíkan fund? Nei, ég mætti þig og ætlaði að byggast með í streymi í tölvunni og kveikti 10 mínútur kortur yfir 9, fundur búinn. Já. Ég man ekki eftir, og þið kannski lirtum, ég man ekki eftir að stuttarlegri kynningu á fjárlagafrumvarpinu og ég er ekki endilega að segja að það sé slæmt, en þetta var glærukynning mjög stutt og þetta var bara búið að þetta var ekki kynning á frumvarpinu, þetta var bara pólitísk yfirlýsing. Og var ekki búið upp á spurningar eftir kynninguna? Jú, en yfirleitt fara nú fjölmiðlum bara fram og spurja, en það er til dæmis eins og bent hefur verið á að þá sýnaður afkomu batan og sitja í samhengi við hallareksturinn á síðustu árum. Hann myndist hvergi á það í yfirferðinni þennan meðalhallu á 115 milljarðar hvað það var, að þar inni væru auðvitað COVID og Grindavíkur áhrifun og allt þetta. Og síðan hafa þeir ekki nefndu þeir ekki afkomu batan sem varð á síðast ári og hvernig þetta spilar allt saman. Þannig að, og ég veit ekki hvaðan þessi áhrif koma, en þessi stjórn eyðir allir sinni orku í að teikna upp narratífu, að teikna upp einhverja tiltekna mynd sem að síðan keyrt á. Ég fylgist bara með Instagram hjá Viðreisn, þá veit ég bara hvað er í gangi.
þannig funkar samfélagi fyrir mér. Það er svo gaman hjá þeim á Instagram. Já, bara þannig, þá sé ég bara hvað að gerast. Já, Er ekki allt satt og rétt sem byrtist þar bara? Þú veist, það ekki dregin rétt mynda veruleikanum? Nú fylgist ég ekki með þessu, þannig ég bara get ekki fullt það. Ég bara annað minn tíma að gera. Nei, þetta var, ég veit ekki, mín viðbröð eftir á svona, maður fylgist með þessu og rendi gegnum frumvarpið og kynninguna og þetta var svona no news fjárlagafrumvarp. Það var rosalega lítil tíðindi í þessu. Maður bjóst við meira, sérstaklega vegna hástemdra yfirlýsinga Kristrúnar Frostadóttur sleggjun og slíkt. Þarna gafst færi á því, í raun og veru fyrsta sinn frá því ríkisstjórn tók við í desember í fyrra, að koma með eitthvað framlag í því að því fjárlög hversi ásafa alveg afgerandi áhrif bara á eftirspurn í hagkerfinu, vexti, fjárfestingar og annað. Þannig að þarna gátu lagt setja mörkum í bara því. Bara áallan að gera það og fleira. Já. Og ég get að segja að fjárlagafrumvarpið var ekkert alls slæmt. Það hefði getur verið miklu verra en það hefði svo sannarlega getur verið betra og sérstaklega eins og Stefán er að nefna að það er afkomubati á þessu ári sem áætlaður, þannig að það var tekjur upp á 80 milljarða að búast við að tekju þessa ás verði 80 milljónum meira heldur en að gert ráð fyrir fjárlagafrumvarpinu sem var lagt fram í lok síðasta ás. Það búið að reynast vera meiri kraftur í hagkerfinu. Þessi tekjubati fyrst og fremst. Það er svolítið síðustu ár. Já, búið að vera miklu meiri, þú veist, ríkissjóður að fara miklu meira í vassgreiðslu, miklu meiri fjármagnstekjuskatt, miklu meiri arðgreiðslu frá Landsbankann og Landsvirkjun svo framvegis. Þannig að áætlaður halli þess ás í þessum bara 19 milljarðar minnum, ekki rétt 15. Já, þannig að 19 milljarðar nei, þú veist, halli á þessu ári. Þannig að munurinn bara 4 milljarðar milli ársins í ár og það sem að skilur ekki af hverju Kristrún og Daði og forystufólki lagði ekki meira mörkum að reyna að loka fjárlagagatinu. Það hefði verið svo mikil yfirlýsing í því. Gríðarlega mikil yfirlýsing. 15 milljarðar af 1600 milljörðum. Er það of erfitt að gera það? Og þá bara dregur og línu í sandin gagnvart fyrrnefndum Ragnari Þór og því fólki þegar það ætla núna næstu vikum mánuðum í vinnu fjárlaganefndar að fara að bæta í, þá lítur það illa út ef þú er gæinn sem eyðileggur það að það sé búið að loka fjárlagagatinu. Já, sem ýtir í raun og veru ríkissjóði yfir núllið eða undir núllið. Og 15 milljarðar, kannski taktíkin svo að segja, við segjum 15 milljarðar svo verður þetta plús, þannig að við gerum ráð fyrir smá halla en við erum í plús, en núna ríður á út af verðbólguvæntingum og út af umræðunni eftirspurninni í hagkerfinu og drifkraftana baki verðbólgunni að ríkissjóður hefur sagt, hér er raunverulegt aðhald, en það er raunútgjaldaaukning upp á rúmlega 3% á milli ára sem á sennilegt aukast þegar Ragnar og þeir fara af stað. Og svo er líka mjög óþægilegt því að Daði lýsir því hátíðlega yfir á þessum stuttafundi sem að þú mistir að hérna það sem svasti ég var myndur á þetta þennar reglulega vaknaði upp í rúmi, kveikt á símanum og fundurinn var búinn. Þannig er þessi atvikalýsing þarna á mándaginn. Þá var ég búin að vera á fótum í 4 klukktíma en bara búin að fara út með hundin. En þá er það þannig að sko þessir á þessum fundi þá lýsa því yfir að góð tíðindi séu þau að það sé ekki verið að hækka skatta á fólk og heldur ekki fyrirtæki. En samt eru þau auka skatta og þá vaknar spurningin, já á hvað er þá verið að hækka skattana eða hvorki fólk í fyrirtæki? Er það ferfellengarnir eða hvað er það? En svo auðvitað þegar menn fara inn í þetta þá er verið að hækka skatta. Hann þetta meinti sko að það er ekki verið að hækka skatta á venjulegt fólk. Þeir eru að afnema samsköttun hjóna sem að leggst mjög hart á margt fólk, sérstaklega ungt fólk og sérstaklega í tilvikum þar sem að fólk er með sko langveik börn. Þetta er raun og veru hópur sem er mjög í mörgum tilvikum í veikri stöðu. Áhverjandur sjá hvernig fjölmiðlar tekla þetta með mismunandi hætti. Já, einmitt. Er þetta svo kvöldu upplýsingu orðið? Já, sko Nei, þetta er bara Brynjólfur Þór Guðmundsson, fjölmiðlafulltrúi ríkisstjórnarinnar sem er titlaður blaðamaður á RÚV að hann skrifa þessa frétt. Það besta við þessa... Ég ætla að reynda að hendur svo á Dafa, sko, þú eru kvotið. Nei, það er bara besta við þetta er ekki kvotið hann. Já, þetta er ekki kvotið. Hann er samtidig að gæslappa, sko. Það er að finnast að við þetta. Þetta er kvot í blaðamann. Já, í raunrenningar hans. Hún hvað heitir hún, er ekki Anna Lilja, sem hún spyr hann í þessu sjónvarpsviðtali í lokin og segir margir byggust í því að það eru skattahækkanir á fólk og fyrirtæki, en það er ekki. Og Daði bara glottir og segir, nei, það er ekki. Og það er fyrir svo.
Já, RÚV. En viðskiptablaðið okkar bestu með þar, þeir köfuna aðeins dýbrónu í þetta. Já, þeir hlustu einfallega á viðtalið. Það er rosalega rannsóknarblaðmennska, það mætti halda Helgi Seljan hefði unnið þetta. En það sem að er þetta alvarlegt í þessu, vegna þess að, og það eru fleiri dæmi, mér langar til að nefna eitt sem að varðar sko raunverulega fyrirætlanir ríkisstjórnarinnar, sem að rann út í sandinn núna í vor. Það eru þessar fyrirætlanir að þvinga sveitarfélögin til að setja á hámarksútsvar. Þið fáið ekkert úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga nema þið setjið á hámarksútsvar. Og þá eru sveitarfélög sem að þó hafa ekki fullnýtt útsvarið, Garðabær hefur nú fæst nærið, en það eru mörgunum sveitarfélög sem hafa gert það. Þau sjá sig knúin til þess, því að annars missaðu gríðarlega spón úr aski sínum úr jöfnunarsjónum sem að þau eru þó í mörgum tilvikum að borga mikið til. Og auðvitað eru þetta skattahækkanir. Þó þú þvingir sveitarfélögin til þess að standa í skattahækkunni, að þá eru þetta auknar álögur á fólk. Og það sem þarf að spurja fólk að, eins og Reagan gerði á sínum tíma, reyndur undir öfum formerkjum. Ertu betur settur núna, heldur en þú varst fyrir 4 árum? Ertu að borga minni skatta, heldur en þú gerði fyrir 4 árum? Eða öllu heldur, ertu að fá betri eða jafngóða þjónustu fyrir skattana sem þú greiðir og fyrir 2 árum, 4 árum eða 6 árum? Og ég held að allir, hver einasti Íslendingur, geti vottað það að þessu hefur farið rakandi, að við erum með verra ríkiskerfi heldur við höfum haft. Bara hárrétt. Við langar að bæta við sko í tengslum við þessar skattahækkanir, þetta eru þetta skattahækkanir sem varða innleiðing og kílómetragjaldinu sem þetta mál sem líka var að forræði fyrir ríkisstjórnar og hækkun af veiðigjaldi svo fyrir síðan og vera að fella niður þessa samskötnu hjóna, bæði varðandi tekjuskatt og fjármagnstekjuskatt, en síðan er líka sem er svo sem í öllum fjárlagafrumvörpum, en mér fannst það lélegt að þessari ríkisstjórn, ólíkt allana í fjárlagafrumvörpum síðustu ríkisstjórnar, að það er verið að hækka svokallað krónutölu hækkanir sem er, þú veist, á áfengi, tóbak og þið þekkið þetta. Syndaskattarnir. Já, syndaskattarnir og það er verið að miða við þessu fjárlagafrumvörpum að þetta er að hækka upp á 3,7%. Ég held að það sé tala sem þið finnum út með því að það er sko hækkun á samræmdri vísitölu neysluverðs á Íslandi. Síðasta ríkisstjórn ákvað sem eitthvað svona innlegg í það að vinna gegn verðbólguvæntingum kannski sérstaklega og sína að ríkisstjórnin væri eitthvað með seðlabáknum með því að nánuðu verðbólguvöxtum að miða við 2,5% sem er verðbólgumarkmið Seðlabankans. Og það þýddi þá að þessi svokölluðu syndaskattar hækkuðu í fjárlagafrumvarpinu fyrra 1,7 milljarða en í þessu frumvarpi með því að miða við 3,7% þá hækkaði 4,3 milljarða. Þannig að þetta er alveg slagar upp í 3 milljarða meiri skattahækkun sem Daði kannast ekki við á óeðlilegt fólk. Óeðlilegt fólk sem að leiði sér að reykja og drekka. Hættu þessu krakkar. Gjör það svo vel. Skál. Skál fyrir fjárlagafrumvarpinu. Já, það á öllu þessu. Þetta snýst allt saman það að nánu verðbólgu væntingunni sérstaklega og þetta fekk ríkisstjórnin svona eitt skot í byssunni og það var púðurskot. Ég sá að RÚV leitaði til aldrei þessu vant, það leitaði til Þóróls Matthíassonar. Nei, hættu. Fengu álit hans á fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar. Stefán Ólafsson hefur örugglega upptekinn. Var hann ekki brjólaði bara? Og hann segir að skattahækkun á hjón sé reynd ekki skattahækkun, þá er að tala um þessa samsköttun. Heldur freka bara innan gæðslappa málfræðileg spurning og verið sé að lagfæra skattkerfið. Sko, verður við ekki fara nýri frumri á að segja endurskoðuna með á þetta? Töluður við hann Röggvald þarna, nei hvað heitir hann, leiðinda púkin í Vafki sem notar alltaf Eiríkur Röggvaldsson. Eiríkur Röggvaldsson notar alltaf einhverja málfræðæfinga til að berja á hægri mannum. Já, einmitt. Er ekki endurskoðuna þetta? Þetta er alltaf bara að þvæla. Af hverju leita til Þóróls Matthíassonar? Það rúfur inn yfir svo sem miðli sem gerir það. Sko. Hver voru eftir ummæli sem hann lét falla hér árið í ISAF? Það var Gylfi Magnússon sem sagði Íslandir í Kúpa Norðursins, ég man ekki hvað Þórólfur sagði. Já, ég held að hann hafi bara talað um að þetta myndi leiða sko kjarnorkuvetur yfir Íslandi. Getum við kannski, við finnum það á YouTube, eða bakkar aðeins hann á skjánum, bara úr þessari frétt. Ég held að það sé, er ekki þarna, getum við spilað þetta? Já, ekki.
Krónan hrynur og fer niður fyrir allt sem við höfum áður þekkt, lífskjör versna og atvinnuleysi eykst ef Íslendingar neita að borga ICE. Þetta segir Þórólfur Matthíasson, hagfræðiprófessor. Hann segir að töf á lánum til Íslands sé óþægileg, en sviðsmyndin verði hins vegar hrikaleg ef engin lán berast. Sigríður Mogensen. Við erum búin að fá ítrekun á greiðslur eins og á ICE og við sinnum þeim ekki. Og þá gerist það náttúrulega að þeir sem að lánveitendur okkar vilja ekki láta meira fé af hendi rakna. Og þá hrynur krónan, hún fer niður fyrir allt sem að við höfum nokkuð tíma þekkt. Og lífskjör hér hrynja gjörsamlega, atvinnuleysi eykst. Þannig að við erum að horfa upp á alveg hrikalega sviðsmynd og ég bara vona að það kom ekki til þess að slíka sviðsmyndir rætist. Og þá hrynur krónan, hún fer niður fyrir allt sem við höfum nokkuð tíma þekkt. Og lífskjör hér hrynja. Og allt rættist þetta. Sko ástæðið var orðið svo slæmt þarna, þetta 2011 var það ekki? Ástæðið var orðið svo slæmt, ég sjá það að hann hefði ekki náða að fara í klippingu síðan 2008. Þetta eru menninir sem að RÚV leita til í dag. Þetta er alveg... Hálfum öðrum áratug síðar. Ég Kúba Norðursins til á YouTube. Já, það ekki. Getum við spila, bara fyrst að við erum í svona nostalgíu. Já, og nota hérna þetta... Já, við erum að spila þetta líka. Frábært. Ísland mun einangrast á alþjóðavísu og verða Kúba Norðursins ef ekki verður fallist á ICE samkomulagið við Breta og Hollendinga. Þetta er mat Gylfa Magnússonar viðskiptaráðherra. Viðskiptaráðherra segist ekki geta hugsað þá hugsun til enda fari svo að samningunum verði felldur. Þá væri bara einfallega allt í uppnámi. Öll samskipti okkar við erlend ríki, áætlun Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, lánasamningarnir frá Norðurlöndum og raunar líka bara hversdagslegir hlutir eins og alþjóðleg bankaviðskipti. Hér myndi sérst allt stöðvast? Já, við værum bara eiginlega búin að einangra okkur frá umheiminum, komin aftur á einhvers konar kúpustig. Við erum svona Kúba Norðursins. Það er gott að vita til þess að orkuveitanir í höndunum á þessum mann í dag. Og Carbfix. Já, Carbfix. Alltaf gerast þar. Herði, já, þannig að við setjum auðvitað að endurskoðun á þetta. Þetta er náttúrulega alveg fárlegt að menn tala með þessum hætti og í rauninni skandall að RÚV skuli leita til þess. Vita alveg hvað hann er að fara að segja, sko. Vita nákvæmlega hvað Þórólfur er að fara að segja. Þetta er bara raunveruleg skattahækkun og þegar einhver svokallaður fræðimaður segir að þetta sé málfræðileg æfing, þá á auðvitað fréttamaðurinn að ganga viðkomandi og láta hann útskýra mál sitt. Þetta er auðvitað bara hreint hneyksli. Þetta bara menn rísa ekki undir mjög einfaldri kröfu. Það er það að fá svör við spurningum og þegar menn byrja að bulla að láta það útskýra mál sitt. Þetta er bara eins einfalt og það er. Og hvað borgum við fyrir þetta RÚV drasl? 6,8 miljardar ári. Fer ekki yfir 7 miljardar í næsta frumvarpi? Hörðu út með þetta á hreinu? Jú, 7,1. Þetta er allt vinið þínir. Allt sem var vinið mínir. Ég sá að Gísli Marteinn var með einhver stórum hópi úti núna í Bandaríkjunum, 100 þáttarins. Það er greinlega nóg til hann í Íslandi. 100 sköpsins? Nei, vikunar. Hvað heitir þáttarins? Þetta er ekki vikan? Vikulókin. Nei, það er á Rás 1, held ég. Jæja, það er annar mál. Svakart að leiðir umræðan. En hörðu, sko, það er náttúrulega þú veist, eitt í þessu sem að skiptir auðvitað máli og bara það er auðvitað mikið lánsfjárþörf hjá ríkinu á næsta ári sem að... Jú, það búið að fyrir síðan, það eru búið líka fyrir allan 2 stórir skuldabréfaflokkar sem að gjalda á næsta ári, bæði verðtryggður og óverðtryggður. Og í frumvarpinu kemur fram að það sé áætla lánsfjárþörf ríkissjóðs sé 290 milljarðar, fyrst og fremst þessi 2 innlendu skuldabréfaflokkar og síðan líka einhver erlend lán. Og þetta var svona það sem svona augu skuldabréfafjárfesta voru fyrst og fremst á, þau voru að skoða, hversu fyrirferð mikið verður ríkið í því að gefa út pappíra á markaði, hvað sem þessi skuldabréf eða ríkisvísla sem ríkið var á sínum tíma að gefa alltaf mikið út. Og okkur skiptir þetta máli? Þetta skiptir máli vegna þess að því fyrirferða meira sem ríkið er sem útgefandi á skuldabréfamarkaði, þá sogar það til sín fjármagn og öðrum fjárfæstir kostum. Það getur, menn standi ekki vel að því hvernig haga útgáfunum og tímasettingum mannað, ítt þá vöxtum á þessum bréfum sem við erum að gefa út á næsta ári, sem það er endur fjármagna, markasvöxtum sem setja bara viðmið fyrir vexti, fólks og fyrirtækja getur hækkað eins og hefur verið að gera síðustu mánuði. Þú veist, þannig að
þegar að ríkisstjórnin alltaf að vísa til þess að vexti seðlabanka sem búið að lækka og það sé búið að spara heimilunum eitthvað 10.000 í vaxtakostnað, það er ekki rétt vegna þess að vextir á skuldabréfamarkaði, raunvexti þar, þeir hafa ekki verið að lækka undanferði. Þetta eru margar ástæður þar að baki, meðal annars kannski að menn hafa haft áhyggjur af ríkisfjármálunum. Þannig að þetta skiptir máli og ríkið, eins og ég segi, verður fyrir mikið á næsta ári og það skiptir gríðarlega miklu máli að menn standi vel að þeirri fjármögnun. Skuldabréfamarkaðurinn, hann tók ekkert sérstaklega illa í þetta, við verðum síðan svona ávöxtunarkröfu og skuldabréfamarkaði svona aðeins vera að lækka síðustu daga, en það þarf miklu meira til. Og aftur eins og við vorum að ræða áðan, ég og Stefán, það þarf að ná niður verðbólgu væntingunum svo að Seðlabankinn sjáu sér fært að halda áfram að lækka vexti. En það er alltaf eitt punktur í þessu sem að skipta máli, það að sko fjárlagafrumvarpið bara eins og það er. Síðan kemur Kristrún heldur stefnur eða forsætisráðherra á miðvikudeginum og sem að bara fyrir við þess einhverja hluti og ég ætla svo mikið að rekja þá ræðu í smáturum en sko ef maður horfir út frá fjárlagafrumvarpinu þá koma aðrir ráðherrar í kjölfarið og fara að lofa alls konar hlutum, stór átaki hinn og þessu og stór fjárfestingum og bara lofa fjárútlátum. Þannig að það verður vantilega ekki til þess að slá á verðbólguvæntingar. Alls ekki, og það var áhugað, sko, núna í fyrsta skipti, það var innleidd svokölluð stöðugleika regla í ríkisfjármálin sem raun og veru svona í einföldu máli setur ríkissjóði smá skorður hvað er hægt að auka útgjöld ríkisins milli ára að raunvirði. Þannig að núna... Þeir undaskilja svo stóra lið að það gildir ekki neina. Nei, ok, þannig að það mun svona aðeins, maður verið áhugað að sjá hvernig þetta spilar inn í þegar að þingmennir og formenn nefnda og sérstaklega formaði fjárlaganefndar munu fara að biðja aukin útgjöld. Já, við treystum við Ragnar Þór alveg til að taka skynsamlegar ákvarðanir í þessu eins og mörg öðrum. Það var nú verið að kynna í dag svona drögun í varnarmálastefnu sem að Aðsteinn Leifsson leiddi fyrir hönd utanríkisráðherra og staðreyndin svo að allar þjóðir Evrópu núna eru að stór auka útgjöld sín til varnarmála og við erum með ákveðin fyrirheitum það þó að það sé algjörlega óljós hvernig að fjármagna það og annað þeim dúr og Danir hafa, Mette Frederiksen sem nú yfir systurflokki Samfylkingarinnar í Danmörku, hún hefur sagt við munum taka okkur höggir í velferðarmálum og í samgöngumálum og á öllum sviðum vegna þess að nú þurfum við að beina fjármunum til varnarmála og þeir eru að kaupa núna búnað víða að úr heiminu til þess að auka viðnámsþrótt Danmerkur ef að á það verið ráðist sem að er hætta á að þér menn telja. Nú segir þessi hópur undir stjórn Aðsteinn Leifsson að það sé viðvarandi öryggisógn hérna og menn hafa talað meira og meira opinskátt það að við gætum orði fyrir einhvers konar búsífi með árásum að hálfu Rússa. En í stað þess að fara í raunverulega uppbyggingu og raunverulega greiningu á því hvað þurfa að gera til þess að efla hér varnarviðbúnað, þá segja menn, við ætlum að setja hérna samkvæmt þessum skilmálum NATO peninga, en við munum bara skilgreina fullt af svona innviðaverkefni sem er að fara að nýtast í eitthvað annað sem varnarverkefni. Það verða viðlegu kantar og hafnarmannvirki og bundið slitla hér og þar og þannig að þetta er í raun og veru ekki varnarmál. Og í ofanlega eru þar yfirvofandi ógn vegna innrásar Rússa og hvað gerir Íslendingar? Þeir skrúa upp örorkubæturnar og byggja við þjóðleikhúsið. Stóru máli. Og þess að bara, Rússarnir mun ekki þora ráðast þeim. Best fjármagnað örorkukerfi í heimi, öryrkjarnir, þeir munu auðvitað grípa til vopna. Já. Stráfella Rússarnir. Og leikarnir í þjóðleikhúsinu. Já. Ég er þetta að verða við hérna að það er stórkostlega sjón að sjá Ingu Sæland í varnarliðinu í Batman-galanum á Temu sem hún klæddist við þingsetninguna. Já. Þetta er eins og Stefán segir á sama tíma maður fylgist með svona vaxandi þunga í umræðinu í löndunum í kringum okkur, það sem er verið að útskýra fyrir borgurum að þau eru að færa fórnir vegna þess að hagsmunamatið er núna í dag að það þurfa að setja meiri fjármunni í öryggis- og varnarmál. Blessanlega eru þeir peningar sem við þurfum að gera, þeir eru bara brota því sem önnur ríki þurfum að gera. En enga síður, þetta eru skilaboðin og vissulega stendur ríkissjóður Íslands bara þokkalega vel og betur heldur en flest önnur ríki. Við sjáum fréttir núna sérstaklega síðustu vikur og mánuð af tveimur og öflugustu ríkjum Evrópu, Frakklands og Bretland sem eru bara á barmi einhvers konar ríkisfjármála kreppu.
vextir á löngum skuldabröðum í Bretlandi hafa ekki verið hærri í 30 ár meira. Frakkland, það sem fellur hver ríkisstjórn fætur annarri nánast á hverju ári vegna þess að hún næri ekki að hrinda í framkvæmd aðgerðum sem nauðsynlega til þess að forða franska ríkinu bara, ég held að það sé ekki dramatisera, hann frá gjaldþroti, þar sem Frakkland að verja 60% útgjöld franska ríkisins, 60% af landsframleiðslu, 60%. Íslandi er þetta rétt rúmlega 30%. Ég nefni þetta vegna þess að þetta er rosalega tölur. Þetta er rosalega tölur og ég nefni vegna þess að hérna á Íslandi, þú veist, við erum ofta aðeins á eftir og þú veist, og þróunin sig þótt að gangi vel og það eru öflugar atvinnugreinar að spretta upp en það þurfa að vera með ríkisfjármálin í lagi og eitt af því sem auðvitað fara að breytast og hefur verið að breytast er bara hversu mikið að vinnufæri fólki er á hvern eftirlauna lífeyrisþega. Ekki bara eftirlauna, þetta er líka örorkulífeyrisþega og fólk á atvinnuleysisbótum. Fyrir 40 árum held ég að það hefði verið cirka 7 á hvern einn. Í dag er þetta rúmlega 4. Samkvæmt svona mannfjöldaspám er áætlað að það verði kominir í 2 á hvern einn árið 2070. Það eru bara þyngra og þannig að með öðrum orðum að það þarf að bara undirbyggja málflutning fyrir almenningi í landinu að ríki getur ekki gert alls að hluti. Það þarf að forgamsa, bara eins og Stefán er að gera, það þarf að forgamsa í það að stækka þjóðleikhúsið. Og jólabónus fyrir öryrkja. Skattfrjáls. Inga tók það fram í sínu ræðu. Já, það er þetta næsta vers að eldri borgararnir eru auðvitað brjálaðar út af þessum breytingum í örorkulífeyriskerfinu. Það var nú bara tryggingalæknar sýnt fram á það að ef að þú ferð á hluta örorkubætur þá getur þú verið á hærri launum heldur en maðurinn sem er í fullu starfi. Og ég leyfi mig bara fullið það að þetta kerfi er bara algjörlega galið. Það felur feigðina í sér. Þegar fólk hefur hvata til þess að vera á bótum í staðis að vera á launum, þá rústaru samfélagið. Þú tekur grunnstóðina það að menn eigi í öllum aðstæðum sem mögulegt er að vera sjálfsafla menn fyrir sínu lífsviðuvari. Og þetta er svo alvarlegt og það verðist vera bara, Þorgerður Katrín, hún er bara svo upptekin að það komst í ESB, Kristrún er bara svo upptekin að það vera forsætisráðherra, að þær leyfa þessum hugmyndum flokks fólksins að fara í gegn og menn segja, já þetta er þá fórnarkostnaður við að mynda þessa ríkisstjórn og halda út þessu ríkisstjórnarsamstarfi. Þetta eru óútfylltir tékkar inn í alla framtíðina, áratugi fram í tíman. Og það er nánast ómögulegt að vinda ofan að þessu nema bara með einhvers konar stríðsástand. Það er bara einhverja Margaret Thatcher til þess að taka og segja menn hingað ekki lengra. Þannig að þetta er alveg ofbóðslega vont mál en verst af öllu eru þetta að menn skuli tipla á tánum í kringum þessa öryggisókn sem eru þetta raunveruleg. Það er verið að reisa þessi mannvirki á Keflavíkurflugvelli til þess að geta brugðist við. Ef þið eru að fljúga heim frá útlöndum og fljúið í aðfluginu hjá Keflavík þá sjáu þið gríðarlega stórum mikil stálgrindarhús sem verið að reisa. Þetta eru framkvæmdir af við NATO og inn í þessum byggingum á að koma fyrir búnaði sem eru í raun flekar sem að geta myndað eða þegar þeim er púslað saman varaflugvöll. Þessum búnaði komið fyrir þannig í Keflavík vegna þess að menn óttast það að hér verði gerð loftárás sem að taki flugvöllin í Keflavík úr umferð. Og ég var með fund á vinnustofu Kjarvals núna í vorið að sumar þar sem vorum að ræða Kúpudeiluna frá 1962 var það ekki þetta mál beint en Björn Bjarnason í fyrirspurn sennilega sá maður sem er fróðastur varnar og öryggismál á Íslandi og undanskilji ekki starfsmenn utanríkisráðuneytisins. Hann segir einfaldlega þið skulu ekki velkjast í það eitt andartak að það eru menn í Kreml að teikna upp sviðsmyndir það hvernig best sé að ráðast á Ísland og ná hér stöðu fyrir rússneska herinn. Og þið skulu heldur ekki velkjast í það að í Bandaríkjunum eru menn að teikna upp sviðsmyndir það hvernig ég bregðast við þegar slíka árás verður gerð. Þetta er veruleikin. En í einhverju barbidúkku gerfi samfélagi sem við höfum búið til, þar sem við erum að dæla peningum í opinbera starfsmenn til þess að sinna kynjaðri hagstjórn og velta fyrir sér hvernig ofanflóðavarnir á Vestfjörðum geti haft áhrif á stöðu kynjana. Þetta bara hvers á þessi þjóð að gjalda? Við maður bara verður að fá sér sopa hérna. Já. Þú fyrir það verið. Oft til þetta til. Hvernig var og horfðu þið á allar þessar stefnur? Nei, ég horfði á fyrstu umferðina og svo horfði ég á þetta með öðru auganu þessum eftir liðið kvölds. Ég var að vinna heima Var okkar
Sigmar Guðmundsson enn við sama heikosótnið að reyna að selja okkur ESB og í sinni ræðu það þetta undirliggjandi þráður bara að tala sama yfirlæti áður sko. Öllu saman Já, ég var nú með sem í viðtali á Stöð 2 í gær út af þessu hryllingsmorðið þarna í Bandaríkjunum og það fór bara vel á með okkur sem væri maður Það Þú skalt ekki vera með svona aðdróttanir þú kunningi minn Byrjar þú alltaf á þessu Já, alltaf þarf þú að draga umræðina niður í svaðið Sigmar ekkert til að verja sig sko Jú, reyndar Nei, ég velt fyrir mér að því að þessi ESB-málin sem við höfum rætt hennu síðustu vikur og mánuð og Þorgeir og Katrín og Viðreisn hefur svona reynt að setja á dagskrá og við höfum verið að taka mótu og fleiri Er það okkur sem eru móti því að þetta mál fá okkur framgang og Ísland gangi í ESB að efna til að vera að lifta þessu máli svona mikið upp að því maður tekur eftir eins og Kristrún gerði á vettvangi Morgunblaðsins daginn, þar sem hún svona var alltaf að slá þetta á borðinu það er greinilega eitthvað svona reipitóg og spenna þarna að milli Ég held að aðalmáli hörður sé það kann vel að vera Kristrún, hún klók og hún lætur eins og þetta sé ekki aðalmálið en á sama tíma sjáum við bara teikn á lofti það að það er verið að koma okkur inn í Evrópusambandið bakdraminn og þá að búa þannig hútana að við verðum í raun og veru komin inn í Evrópusambandið þegar loksins fæst tækifæri til þess að kjósa þetta. Það sást á skuldbindingu Þorgerðar Katrínar sem algjörlega ótrúlegt mál og þingið hlýtur að taka fyrir og það verður að ræða. Hún leið og þingið fyrir sumarleyfi og án alvöru samráðs við utanríkismálanefndina og þingið allt, þá skuldbindur hún Ísland til þess að fylgja varnarmálastefnu Evrópusambandsins. Hún er ekki ennþá svarað þessu. Ef að Evrópusambandi myndi nú allt í einu ákveða að fara í stríð við Færeyjar eða bara Ísrael eða Marokkó eða hvað það eru við þá á grundvelli þessa samkomulags bundin að því að fylgja Evrópusambandinu út á það forað. Þetta er þetta abstrakt dæmi. Þetta er ekstrem dæmi. En ég bara að segja, ef að Evrópusambandi fer að taka drastískar ákvarðanir varðandi sín varnarmál, grípa til vopna, eins og þeir hafa gert hvort hútonum í Rauðahafi og þar, að eru við þá skuldbundin til að færi þann leiðangur? Er fólk hrifið að þeirri hugmynd? Ég veit það ekki. Það er bara ekki rætt. Nei, það er bara staðin er svo að það þarf að ræða það. Það er eitt sem ég hjó eftir að þú nefndir vinniðinn Sigmar Guðmundsson að hann nefndi í sinni ræðu að þetta hefði verið rætt í kosningabaráttunni eins og máli væri útrætt. Það þarf að segja að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu og halda áfram með umsóknarferli. Það var bara ekki rætt í það sem ég sakna frá þessu fólki kosningabaráttunni. Ég vil að þú útskýri fyrir mér og sérstaklega því fólki sem þau að horfa til þess að vera hlinti í fyrsta lagi að segja já við því að fara í viðræði við ESB og kíkja pakkan og síðan að greiða aðkvæm að fara í hverjir eru sölupunktarnir hjá þessu fólki? Ég hef ekki ennþá heyrt það. Já, enn sem kom við þetta einu sölupunktur sá að lánin á húsnæðis fyrsta lagi þetta eins og mér fannst ég hvet allar til að hlusta á mjög gott viðtal við Albert Jónsson hjá þér fyrir nokkru viku síðan, þar sem hann tók þannan og útskýrði sem allir ætti að vita að það sækja fyrsta lagi að malda ESB og síðan í framhaldinu að komast inn í evrópska myntbandilaði sé hvort hluturinn og síðan getur maður deilt það og hvaða afleiðingar það myndi hafa að taka upp mynd Evrusvæðisins fyrir Ísland, en þetta er sitt hvort hluturinn. Þetta er vissilega búið að vera sölupunkturinn og síðan hefur svona undanfarnar vikur og svona eftir þau umskipti sem að vera í Bandaríkjunum, þá verið að reyna að útskýra fyrir okkur. Það kann að vera vegna óstöðuleika í Bandaríkjunum eða mögulegs ótryggs varnarsamning sem við höfum Bandaríkjunum út á Trump að það kunna félast eitthvað skjól í því að færa eitthvað meira til ESB. Það er algjörlega ljóst að þú veist alveg sama hvað gerist í Bandaríkjunum að það mun Evrópusambandið þegar og vonandi gerist það sem fyrst og næsta árum gerist sem meira gildandi í öryggis- og varnarmálum þá verður það ekki á vettvangi ESB. Það verður algjörlega óháð því held ég hvernig Bandaríkjunum þróast að verður á vettvangi NATO og af hverju verður á vettvangi NATO vegna þess að Bretland er í NATO, Bretland er ekki Evrópusambandinu og það eru 27 eða 8 ríki í Evrópusambandinu en hvað er maður ekki NATO? 5? Ég man ekki nákvæmlega fjöldan en það er ekki þjóðir ESB eru miklu minna samstíga í þessum málum heldur en eru á vettvangi NATO. Þannig að NATO verður alltaf vettvangurinn það sem
öryggi og varnir Evrópu verða byggðar upp. Þú nefnir Bretland og Bandaríkin. Af þjóðunum sem í NATO þá eru, það ekki rétt muna hjá mér, 3 þeirra með kjarnorkuveldi og það eru Bretar og Bandaríkin. Frakkar. 32 þjóðir í NATO í dag. Frakkar eru eina þjóðin innan Evrópusambandsins sem að kjarnorkuveldi. Og það bara mál sem atriði sem að skiptir sköpum þegar verður að velta fyrir sér þunga og ábyrgð og stöðu þessara þjóða gagnvart mögulegum átökum við Rússa og svo fleiri ríki. Eitt af því sem að aldrei talað hér, það nú alveg furðulegt að sjá alla þessa umræðum Bandaríkjaforseta, hversu slæmur sem hann að þá hefur umræðan hann gengið út yfir allan þjófabálk. Ég hef nú bara verið að fá börnin mín heim úr skólanum þar sem segja, kennararnir segja að Trump sé illmenni og hann sé vondur maður, en maður heyrir þessa sömu kennara aldrei tala Xi Jinping sem einræðisherra í Kína sem að sópa sér meiri völdum, hann lætur fólk hverfa sem honum ósamála. Það getur verið að Trump tali illa það á Truth Social eða hvað það en hann tekur ekki menn jafnvel á opinberum fundi, lætur að leiða þá út af fundinum og lætur það hverfa, og hann ekki með 2 milljónir múslima í leiðréttingarbúðum eða menntunarbúðum í norðaustur hluta ríkisins eins og Kínverjar, og staðan bara orðið mjög ískyggilega á alþjóðavettvangi þar sem að svona strongmen eins og það kallað stíga fram, og því miður fyrir að hattursmenn Trumps eins og Hörð sem að studdi Monica Lewinsky, hvað heitir hún aftur? Kamala Harris. Ég hefði stutt Björn Leví umfram Donald Trump. Já, og Monica Lewinsky sem nú gömul kærastaðinn frá því náminu í Washington, að hann ekki þetta illmenn, auðvitað hann við gerum meiri kröfu til Bandaríkjanna heldur en Xi Jinping. Já, við gerum meiri kröfu til þeirra, en veruleikin sá að Xi Jinping býr yfir kjarnorkuvopnum og hann með 1300 milljónir manna á bakvið sig og hann með einræðisríki. Það sem ég einfaldlega benda á það að stærsta ógnin við okkar heimsluta og okkar tilvist ekki Donald Trump, hann verður komin á embætti eftir 3 ár. Stóra ógnin eru þessir einræðisherrar sem að ætla sér landvinninga og fara með eld og brennisteini gegn fólki sem þeim ósamála. Sammála því, en þess vegna myndi ég velja að Trump myndi þá að nýta þau bandalög sem Bandaríkjanna hafa byggt upp undanfarin ára og áratugir, meðal annars við Evrópusambandið sem öflugt efnahagsveldi, meðal annars við Japan, Suður-Kóreu, Indland og önnur ríki, til þess að byggja upp blokk til að vega upp á móti þessum ríkjum sem verða svona helstu keppinu auðvitað vestuveldana, Kína, og síðan þetta sérstaklega hvort Rússlandi. Hörður, ein spurning, getur verið sammálum eða getur þú bent á það hver stærsti áhrifaþátturinn í því að Evrópa hefur vígbúist og var þó þannig búin undir átökinni í Úkraínu þegar þau brutust út? Hver hafði mest áhrif á það að Evrópa sneri við blaðinu og tók til við að vígbúast? Putin. Svarið Putin. Svarið Trump. Nei, það mjög mikil einföldun á því. Putin var búin að vera forseti Rússlands á aldamótum, það ekki fyrir að Trump kemur og ber í borðið hvert Evrópuþjóðum og segir, við ætlum ekki að borga þetta lengur, þið þurfum að gera þetta sjálf. Já, það kemur til auðvitað af slæmu að Evrópuríkin þurfa að gera þetta, það Putin, og síðan vegna þess að við erum með forseta í Hvíta húsinu. Þau voru ekki að gera þetta út af Putin. Angela Merkel fór bara að kaupa gas af Putin. Ég er ekki að fara að verja Evrópuríkin. Þú er bara að verja Xi Jinping og Vladimir Putin. Snart frá kjötkombrinu á meðan og við skulum ekki láta líða aðra 9 mánuði. Ef þú væri hér í podcasti Xi Jinping þá væri þetta hundakjöt, gjörðu svo vel. Í ljósi þessar umræðu, ef við ekki kjarnorkuveldi og ógnir og stöðuleika, ef við ekki hrósa Hildi Sverris fyrir að leggja fram frumvarp að selja Landsbankann? Jú, það var endilega alveg úr einu hennar. Það var kostuleg. Ég verð nú vel að segja svo, maður sá þetta frumvarp dett inn í Hjaðamanna sem bara vel gert, 10 þingmenn Sjálfstæðisflokksins, hún að flytja það málið og hann maður fyrir að skoða frumvarpið og sér að það kemur fram í greiningin með frumvarpinu, það var áætlað að sölu verið sér 200 milljarðar. Já. Og ég skrifa frétt og bendin á þetta er nú stórkostlega vanmetin uppað hjá þingmönnum Sjálfstæðisflokksins frumvarpið að Landsbanka sé líklega í kringu 350 milljarðar
og svona tegnum að mér að benda einum þingmanni Sjálfstæðisflokksins á að þetta sé nú eitthvað mistökjaða mörgulega og þá hefðu þau sendt út frumvarp með gamalli tölu og þannig að þau voru allan daginn í því að leiðrétta fréttir að reyna að hringi í fjölmiðla sem voru sláði upp að... Ég held að sko fjármálastjóri Sjálfstæðisflokksins hefði komist í þetta og við erum búin að taka skatt af þessu. Já, skattin, já, eða auðvitað sko peningaþvættis snúning. Já. En ég held að þessi 200 milljarðar væru bara að þér hefðu alltaf að selja sko ættingum Bjarnar Benediktssonar þetta á undirverði. Fær bankan á hæstu búk 06. Björn Levi myndi trúa því. Nei, þetta er flott þarf efna til þessar umræði þú veist, það færi á því núna Kristrún hefur sagt að þetta kom ekki til greina Já, þú veist að því hún sagðist líka alltaf að hækka veiðgjöldin á 10 árum þannig að ég held að hún muni styðja þetta Ég meina, ef þeim er alvaru ef þeim er alvaru alltaf ná ríkisfjármálalag þá er þetta stærsta einstaka aðgerð sem getur hjálpa til við að koma ríkisfjármálinu betra horf geti hjálpað til vegna þess að maður ræða á hann varandi lánsfjárþörfuna, geti minnkað umsvið ríkisins á lánsfjármarkaði. Hver getur verið á móti því að minnka hlut ríkisins í Landsbanka? Það er bara fullt af fólk sem er á móti því. Hvað er þetta? Þú veist, það er nýbúið að klára sölu í Íslandsbanka hérna á maímánuði. Hvað er það Guðrún Johnson segir núna? Ég lést það mantala það á RÚV á morgun, þú veist, þannig að Ég held að hún verið mættur deigilinn og eftir og horfið stíft í hann. Þannig að þetta er, þú veist, 350 milljarðar, þetta er ekki Landsbanki seldur í einu vettfangi nema kannski til fjölskyldu Bjarnar Ben, ég veit það ekki, en 350 milljarðar, það slagar í sko 20% af öllu skuldum ríkissjóðs. Þetta myndi bara breyta sviðsmyndi mjög mikið og hvað er því slæmt við það? Já. Nei, við erum að predika við kórtum hér. Þannig að það er bara gott, það er gott eftir þessar umræðu og verður átt að sjá svona viðbröð að því vorum að tala Sigmar, maður er oft bara sammálaður Sigmari, öflugur þingmaður og þóttum að sé ósammálaður sæðarmálum og hann til að mynda hefur verið einn af fáu þingmannir sem mann eftir í stjórnarmeirihlutanum sem hefur sagt bara berum orðum held í kringum umræðana í aðdraganda á sölu á eftirstandi hlutur ríkisins í Íslandsbanka í vetur að hann myndi vilja ganga lengra, hann myndi vilja selja Landsbankan. Þannig að ég hlakka til að heyra hvað hann segir. Já. Það væri herfið til hamingju, það búið að breyta merkinu á Landsbankanum. Það var gert í sumarnættumann. Það hefur sko ringt yfir mig heilla og hamingjóskum. Já. Með það að ég hafi unnið fullt tilinn til. Já, ég hafi unnið fullnaða sigur í þessu máli vegna fugladrits merkingar einhver arkitekta á þessu Stuðlabergsverki sem Landsbankin er. Nú erum við búin að setja einhvers konar álskilti með sama merki þarna framan á og ég verð að viðurkenna að þetta er ekki fullnaða sigur. Þetta er skárra en þetta er alveg hrikalega ljótt. Og hvað viltu, Stefán? Komdu með tillögu ég er búin að útskýra þetta fyrir löngu síðan. Hvernig getur Landsbankinn gert þetta gess? Sko ég veit það með húsnæðislán sem að það var áskrifa óbóðslega vexti, já, og það er ekkit veðandlag sko að því ég setti það í Alvotek. Landsbankin á eigin bréfabankum, maður getur kannski gefið því smá bréfabankum. Já, eigar ekkit í Eyri Invest lengur. Það er útskýrið hvernig Landsbankinn það gert í hamingjóskum. Sko það sem þeir eiga að gera er að þá áttu þetta afmá þetta fugladritsmerki og þá áttu ekki að setja neitt merki í staðinn. Þessi bygging sem að mér finnst afskaplega falli og vel heppnuð á þessum stað, hún á að standa fyrir sig sjálf. Það á ekki að vera neinn merkingu utan á þessu húsi. Það þarf ekki. Þetta er signature bygging og fólk á einfallega, Íslendingar, þegar sjá hana að vita að þarna er Landsbankinn. Og þetta minnir mig á það sem ég kannski nefnt hér í þáttum einhvern tímann áður, ég man það nú ekki, að þegar maður fer Zurich þá... Í 100 þáttum? Já, kannski að fletta þessi gegnum þetta, höfundaverkið, að þegar maður fer Zurich og þá sér maður öðrum megin vatnsins gríðarlega fallegar klassíska byggingar. Og svo þegar maður gengur eftir götunni og virði fyrir sér þessar byggingar, þá sér maður svona pínu lítið merki á húshotninu, á hverju einasta húsi. Og á byggingu eftir byggingu er pínu lítið nánast ósýnilegt merki, svona í augnhæð. Og það stendur Swiss Re. Það vita allir í Swiss hvaða byggingar þetta er. Þetta er endurtryggingafélagið Swiss Re. Byggingin er táknið. Ekki einhvað algjörlega misheppnað, ógeðslega ljótt álskilti
sem aldrei hefði átt að fara þarna. Á hverju fóru þeir ekki bara með háþrýsti dæluna á hitt merkið og létu þar við sitja? Hvaða smekklausu menn ráða þarna ríkjum? Já. Við erum bara ekki allir í því að tilbýða musturinn eins og þú. Ég er ekkert að tilbýða þau, ég er bara að reyna að gera þau skárri. Hér inn í þessu musturinn er gjöf frá þér. Sést þetta fyrir aftan mig. Málverk, sést þetta ekki í mynd? Þetta er glæsilegt. Já, þetta færði ég þér. Já. Segðu frá þessu, Stefán. Viltu útskýra söguna bak við þetta? Ég, kannski bara í stuttu máli. Fyrir þá sem er að hlusta, kannski útskýra aðeins hvað myndin er. Já, þetta er Hvalur, þar sé eitt af skipum Hvals HF. Þetta sé ekki bara Hvalur 9, eitt af þessum fallegu og gömlu gufuskipum sem sýnir mann fremst í stefninu, munda hvalskutulinn og er að búa sig undir að skjóta þarna hval sem að horfir opin myndur í áttaskipinu og þetta er auðvitað bara dæmi atvinnusögu og atvinnusköpun og verðmætasköpun sem við Íslendingar höfum stólað á. Þetta er málverk úr eigu föður míns sem að hafði þetta upp á vegg á skrifstofu sinni, á sýsluskrifstofunni í Borgarnesi og þar áður á Patreksfirði í áratugi. Hann vann í Hvalnum sem ungu maður og var þakklátur fyrir bæði reynslu og fjármagn til að fjármagna sitt nám og mér þótti þetta fara vel á þessum stað. Sem það gerir. Ég bara þakka ekki hérlega fyrir. Já, mín er öll ánægjan og þetta verður hér í áratugi. Já, ég treysti því. Það er að segja að þetta er ekki síðasti þátturinn. Ég ákvaða líka að færa ykkur gjöf. Okay. Já, og það kemur dálítið til af skrýtnu tilefni. Mér barst sending og ég nú... Þú ætlar ekki að gefa herðið hennar nýja Samsung síma svona með það? Nei, hann er ekki enn komin á Samsung vagnin, hann hörður. En þetta er glæslugur sími, fóld sími, stór og mikill, að ég fæ nú stundum pakkasendingar upp á Moka. Já. Og það er nú svona eitthvað vinstra lið og einhverjir parstjónararba sem eru ósáttu við mig á einhverjum ástæðum. Þannig að ég beði konurnar í afgreiðslunum að opna þessa pakka fyrir mig. Ég hef alltaf sagt bara við þær, ef það kemur böggull hérna, kassi eða bréfið eitthvað, bara eftir opnið það og heyrið svo í mér. Sem að þær verða nú við. Þær hafa ekki alveg átt að sig af hverju ég er að biðja þær um þetta. Ég held að það sé vekarklukka. Já. Okay. En núna í vikunni barst mér pakki með hlutum sem að ég held að séu ætlaðir ykkur herdi. Okay. Og það er mitt vekjarklukka. Og svona tótt. Svo ég missi ekki að kynningu og fjárlaður. Já, vírar sem að... Já, þannig vekjarklukka. Þetta eru 2 stutthermabólir. Okay. Og ég er að tala fullra alvöru. Ég veit ekki hver sendir mér þetta. Það er einu óþægileg þessu máli. Ég auglýsi eftir þeim manni. Þetta eru svartir bólir og á þeim er áleitrun. Framan á bólum stendur I'm very good morning og er vísun auðvitað í ódauðleg ummæli Guðmundar Inga Kristinssonar. Hans fyrsta ræða sem menntamálaráðherra. Já, en svo hefur hann auðvitað bætt í kallinn, þannig að á baki bólsins stendur ég nenni ekki einu sinni að gá að því og er vísun auðvitað í þessa spurningu það okkur samræmdu prófin lögðust eiginlega af í grunnskólunum og þetta eru þessar 2 bólir. Þeir eru báður í XL, þannig að hann var lítill á þig og stór á þig. Gjörðu þið svo vel. Ætli ekki að fara í hann. Já, ég þurfa að kíkja á Gilsaran og það færs på bóltan og honum já. Og svo fyrir ég bólinn. Ok, við ræðum þetta þá eftir 2 ár. Ég veit ekki hvað það kemur. Þetta? Já. Glæsilegt. Það var very good morning. Þannig byrjuðum við reyndar Björgvöld þjóðmála sem við heldum. Síðasta Björgvöld. Síðast Björgvöld. Já. Við erum að fara að halda annað Björgvöld. Við ætlum að vera á Selfossi í október. Þannig að ég er svona ennþá að meta hvort þú tökum það upp eða ekki. Kannski verða bara unplugged. Já, það verður unplugged. Miklu skemmtilega. Þá getum við loksins sagt það sem okkur finnst. Því hér höldum við allt aftur okkur. Já, mér er bara að springa. Já. Heyrði, sko, við vorum að ræða hérna östuðum atvinnustefnu ríkisstjórnarinnar, hún myndist á hana. Við fjöllum ekki hún var kynnt í síðustu viku. Við fjöllum lítið hann reyndar, þú og Andrés voru hjá mér á föstudaginn. Við fórum ekki mikið yfir hana þá, en nú var að kynna þessa atvinnustefnu sem er búið að kynna. Ég sá að vinur okkar að viðskiptablaðinu, þeir voru búin að það er sérst verið auglýst eftir verkefnastjóra stórfjárfestinga, að hann er þetta bara held í komin, er hann ekki ekki stór hérna? Þetta er rosalega búningur. Já, ég meina þetta hlýtur að vera. Er þetta þessi svokallegi marker sem Kristján talaði um eða ekki? Jú, talaði um að hafa góða marker í gerð þessar atvinnustefnu.
Nei, gott og vel, bara ég held að þetta sé ekki ósnuðut. Þetta reyndar atvinnustefna án atvinnulífsins. Það engin úr húsi atvinnulífsins í þessari nefnd sem var skipuð. Nei, það rétt. Nei, mæntilega verða þessi hagsmunasamtök atvinnulífsins vona ég í þetta samtali við þetta 5 manna ráð sem að vinna þetta. Nei, þetta bara, það ágætt að ríkisstjórnin síðan að tala verðmætasköpun og auka framleiðni, þú veist. Þessi atvinnustefna eitthvað svona input í það. Það var fínar kynningar og þú veist, og gott upplegg. Við erum allir saman Við erum allir atvinnugrein sem að skapa meiri gjaldeyristekjur heldur en nokkur önnur. Hún bara glemdist í útreikningnum. Það var ekki minnst á ferðarþjónustuna. Nei, hún er ekki með í þessu. Það var eins og að búa skattahækkanir á ferðarþjónustu í stefnuröðinni. Já. Nýju skattar. Kannski ef þetta glemst bara því Jónas Þór Skúlason var upptekinn við annað, sko. Já, kannski. Já. Nei, hann ágætlega jákvæðar á þetta. Það er bara fínt að setja fókus á framleiðni og hagvöxt og þetta getur allt hljóma vel, en tilfinningin er samt svo að þetta sé búið að setja upp einhverja flugeldasýningu og svo gerist ekki neitt. Það er bara... Málið snýst þetta bara, þú veist, að byrjiði heima fyrir, þú veist, ríkisstjórnin hefur alls konar verkvar í því að bæta samkeppnisefni. Hún getur reynt að einfalda regluverk, hún getur ákveða að reyna að við ekki jafn mikla blýhúðun eða gullhúðun á reglugerðum og tilskipnum sem er komið í ESB. Hún getur reynt að búa til samkeppnisheft skattaumhverfi fyrir fyrirtæki og svo framvegis. Alls konar aðgerðir sem ríkisstjórnin gert sjálf til þess að auka samkeppnishefnina. Síðan þetta bara eins og ríkisstjórnin það eru aðgerðir sem snúa að því að draga úr afskiptu ríkisins fyrst og fremst. Já. Ekki að búa til fleiri verkefnistjóra sem að munu boða endur þess að fundi til þess að draga úr framlegðin í atvinnulífinu. Það verður ráðin einhver maður í þetta starf. Og svo mætir hann á mánudagsmorgni niður í forsætisráðuneyti eða fjármálaráðuneyti eða hvað það er. Og hvert er hans fyrsta verk? Það verður þetta verk að hann mun kalla saman eiga fundi með fólki út í eitt. Það verður að skipa starfshópar og ekkert kemur út úr þessu. Kynjagreiningin? Nei, hætt þú að grínast með svona alvarlega hluti. Við erum ekki konið þannig að þátti þess að henda gaman að hlutum. Og þetta er bara alveg eins og ég hef nú nefnt með hvort það verið síðasta þætti þegar að hún Þórdís Lóa Þórhansdóttir núna hjá Viðreisn. Núna á að leysa húsnæðisvandann í Reykjavík með því að borgin ætlar að fullskipuleggja og hanna heilu lóðirnar. Það er að ætlar að taka lóðir undir til þess fjölbýlishús og ákveða í svona frumhönnun stærðir íbúðana sem það er að vera. Og af hverju? Það er vegna þess að borgin er búin að átta sig á því að íbúðirnar í borginni seljast ekki því að þær eru dýrar. Það sem Þórdís átta sig ekki á er svo staðreind að íbúðirnar í borginni seljast ekki að þeir eru dýrar. En af hverju það eru dýrar? Það er vegna þess að borgin hefur þvingað verktaka með inngripi til þess að byggja dýrar íbúðir. Það er inngrip hins opinbera sem er að leiða vandan af sér og hún ætlar að leysa vandan sem að hún bjó sjálf til með annari lausn sem að mun búa til enn annan vandan í stað þess að afnema kvaðirnar og ákvarðanir stjórnvaldana sem að leiddu til vandans í upphafi. Og það er eins í þessu þegar þeir fara að fá verkefnastjóra stórfjárfestinga þá fer ríkið að taka ákvarðanir og verður með frekari inngrip á markaðinn sem markaðurinn einn getur leyst. Hversu góðan hug sem menn hafa, hversu vel upplýstir sem menn eru það vel menntaðir, þá er það bara markaðurinn sem getur fundið út úr því hvar fjármunum og afli hins vinnandi fólks er best varið. Allstaðar í heiminum, á öllum tímum hefur það misfarist þegar stjórnvöld og stjórnmálamenn trúa því af einhverjum ástæðum að þeir séu best færir til þess að feta þennan veg. Já, ég ætla að vona að þau ætla ekki að vera með puttana beint í þessu spori hræða eins og Stefánur er ekki að og við auðvitað þekkjum það sérstaklega Íslendingar það sem hafa reyndar að velja einhverjar atvinnugreinar eða jafnvel nýjar atvinnugreinar sem átt að koma hérna og skilja ykkur miklu verðmætum í þjóðarbúið. Ég ætla að vona að þetta sé einhver atvinnustefna eins og þekkist vissulega alveg Londonum í kringum okkur í Skandinavíu það sem atvinnulífið þar sjálft er að kalla eftir því að stjórnvöld hjálpi þeim í að vinna því afla sérstaklega stórra beinna erlendra fjárfestinga inn í landið við getum nefnt sérstaklega í því samhengi eins og
fjárfestingu í gagnaverum eða jafnvel að bæta við stórum sæstrengjum inn á milli til að bæta gagnatengingur og annað og þar alveg þörf á því að stjórnvöld vinni með atvinnulífinu. En þú veist bara tvö atriði sem stjórnvöld geta hjálpa til í að efla samkeppnishæfnina. Við erum búin að vera að tala hérna í síðustu þáttum að við höfum áhyggjur af því að raungengi hérna sé komið í hæstu hæði og sé að þrengja allir verulega að samkeppnishæfni mjög margra stóra útflutningsfyrirtækja eins og flugfélagana annað og af hverju að gera það vegna þess að laun og verðlag helst upp í hendur búið að hækka svo miklu meira hér heldur en öðru löndum og ef ríkisfjármálin eins og ræðið í upphæði þáttarins geta lagt á sveið með það að nánu verðbólgunni ef ríkisstjórnin myndi gera eitthvað til þess að leggja sitt af mörkum í að koma einhverju eðlu skikki á þetta fyrirkomulag á vinnumarkaði þá myndi það að vera eitthvað input í það og í öðru lagi eitt af því, þú veist, Ísland sko rekulestina þegar kemur að beinni erlendri fjárfestingu inn í landið á öllum OECD-ríkjum bara við erum nánast í næstsæti og þeir fáu stóru erlendu fjárfestar sem hafa komið hérna og lagt sitt af mörkum meðal annars í svona stórum innviða fjárfestingum þeir hafa kvartað bæði ofinberlega og síðan í svona kannski sem hefur farið minna fyrir yfir því hvernig þeir upplifa framkvæmd samkeppniseftirlitsins sem þeir hafa ekki þekkt áður í neinum öðrum löndum í Evrópu sem samt alltaf verið að segja okkur að við séum að framfylgja samkeppniseftirliti og beitingu þeirra með sama hætti. Þess að segja, sko, ég held að þetta er eitthvað þetta er bara eitthvað flugutarsýning, svo verður ekkert gert það sem sko þarf að gera, það vita allir hvað þarf að gera. Nei, það er mjög skilja ég bara held að allir að vera vantrúar þannig að þú veist, eitt að segja eitthvað og koma með flotta glærukynningar og þú eru mjög fína glærukynningar og maður sammála öllu sem koma hana fram meira og minna, en sýnið þetta í verki og sýnið þetta að búið til einhver ramma. Varst þú bara sammála því að ferðaþjónustan væri bara ekki til staðar í Íslandi? hann kom ekki fram, sko. Af hverju hatar þú ferðaþjónustuna, Hörður? Ég hatt ekki ferðarþjónustuna, ég er mikill stuðningsmaður ferðarþjónustunar. Hún á stundin stærsta þátt í að það er ekki sveiflur gengi krónar undanfarin 10 ár. Talandi ferðarþjónustuna sem á reyndar að borga nýja skatta á næsta ári, einhverja fréttir að Play. Hvað, það var nú svona og starfsmannafundur í dag. Áhugaverðar fréttir í dag. Já, það er nú starfsmannafundur sem haldinn reglulega. Þeir voru að fjármagna sig fyrir skemmstu, voru að safna auknum fé til rekstrarins og þetta hefur verið þungt, þeir hafa verið að skala félagið niður og kannski að grípa til aðgerða sem að ég segi kannski ekki að það hafi verið viðbúð en ég man þegar að þeir störtuðu félaginu og svo fóru að berast mjög fljótt tíðinda því að þeir var að fara í 6 vélar og svo 10 vélar og 12 vélar og menn voru mjög upplitsstjálfir. Ætlaði að vera 20 vélar? 20 vélar á skömmun tíma og það var sífellt verið að skala þessar áætlanir upp og þar hræða sporin. Það tók Icelandair áratugi að komast upp í 20 vélar og svo upp í 30 vélar og allt þetta. Þannig að auðvitað var óttinn sá að þarna væri menn að feta dálítið út á sömu slóð og menn gerðu með váver og það fór mjög illa. Og hér hefur það komið í ljós að þessi mikli vöxtur reyndist ekki sjálfbær og menn hafa þurft að grípa til mjög sásaukafullra aðgerða sem Einar Örn Ólafsson hefur staðið fyrir. Og menn hafa fjármagnað fyrirtækið upp á nýtt, hlutabréfinu þetta hafa lækkað, Hörður sagði mér alltaf að kaupa í Play og ég gerði það auðvitað og sitja eftir með sárt ennið vegna þess sko. Já, og að því að hún er mynd þá kemur söfnunarreikningur hérna. Sittu þínu eftir. Já, en auðvitað er málið þó þrátt fyrir allt þannig að Play að gera góða hluti á markaði þar sem þeir kunna til verka og á markaði sem að skiptir máli fyrir Íslendinga. Það er að segja út frá samkeppnissjónarmið. Það eru sólarlandaferðina, þeir eru að hætta með Ameríkuflugið að draga mjög úr því, þeir eru að hætta með áfangastaði í Norður-Evrópu og Skandinavíu og þeir ætla að einbeita sér að þessu sólarlanda afþreyingarflugi sem Íslendingar þrá svo mjög og vilja hafa. Ég hef ennþá trúið því að menn geti fundið lent félaginu þannig en það félagið er sannarlega í ólgusjó eða óþægilegri stöð akkurat núna og ég verð að viðurkenna meðan Jón Þór hjá félagi íslenska atvinnuflugmanna að mér fannst allt og langt gengið í þeim málflutningi. Það getur vel verið að hann sé á þeirri skoðun að staðan sé þessi en og
það getur verið að hafa skoðanir og kjarasamningunum sem að Play hefur gert, en svona þessar dómadagsbár og einhvern veginn að nánast eins og að reyna að íta þeim fram að hengifluginu dálítið langt gengið. Það getur auðvitað engin bannað það, ég ekki að segja það ég svipta hann tjáningafrelsinu, þó að borgarstjórn myndi sennilega álitum það þeir væru annarri skoðun, en menn þurfa að dálítið að stíga varlega til jarðar því að í flugrekstri skiptast á skinn og skúru gríðarlega sveiflur og fjármunir fljótur að brenna upp. Ég ætla aðeins að svona framhald þessu, ég ætla að taka þetta af því að ég bauði hlustundum að senda nokkar spurningar og það nokkur búin að hafa samband og sendi spurningar til okkar sem við ætlum að fara yfir eftir. Áður að koma að því, Hörður, við ætlum að vera með nýja lið hérna. Samstarfi við Kelduna, við nokkar þar. Félag vikunar, eða fyrirtæki vikunar. Það þarf ekki að vera skáfélag, við ætlum að taka fyrir svona örstutt, eitthvað eitt félag sem við viljum aðeins ræða í nokkrar mínútur og við vinnum okkar í Keldunni. Að það inn á Keldunni, þeir sem eru áskrift getur alltaf náð í allar upplýsingar og allt sem þið vilja þar. Hvaða félag er að velja í þessari viku? Já, þú sagði að mér að mætti þeirra bæði skráð og óskráð. Og mér datt bara í hug, þú varst enda með fólki hérna í viðtali í síðustu viku, Reyrverk, og ég nefnaði bara vegna þess að þau eru að koma með nýjungur hérna á fasteignamarkaðinn, það sem verið að reyna að leysa vanda fólks á húsnæðismarkaði sem kemst ekki raunveruleginn á markaðinn, við bæði út á háu vöxtum en ekki hvað síst út af lánþega skilurum sem Seðlabankinn er með í gildi til þess að reyna að kæla markaðinn, og þarna koma einkaaðilar og eru svona sína hugmynd og auðgi og bjóða lausn fyrir fólk til þess að komast til markaðinn, og þau sjálfur að fjárfesta einhver leyti með þá fólkinu, og þessi ástæðan fyrir ég veldi líka vegna þess að þarna eru þau leið líka að koma með lausn þýðir að ríkissjóður sem hefur undanförnum árum með það ekki verið að koma með svo kvöldu hlutdeildarlán sem að Inga Sæland boðaði í stefnuröðinu á miðvikudaginn myndu halda áfram. Þetta þetta sem Reyrverkar bjóða upp á, þetta bara nákvæmlega sama hugmynd og hlutdeildarlánin, nema þarna eru einkaaðilar að gera þetta. Og mér finnst blasa við að vantilega fleiri sambærileg verktakafyrirtæki eru örugglega að fara að fylgja í fótspor Reyrs, og þetta þýðir það að ríki getur bara dregið sig í burtu á þessu hlutdeildarlánum. Þetta bara einkaaðilar búin að leysa vandan. Og gera það betur. Já. Þetta bara, þetta ekki fínt val á fyrsta fyrirtækinu? Það er mjög áhvert þetta vita svo tónstuð og gaman bara að heyra fólki sem eru að klára MBA-nám og sjá einhverja hugmynd að tækifæri einni lóð og fara að stað, kunni ekki til verka, voru fljóta að læra og tilbúin í slægin og þau hafa búið til bæði auð fyrir sig og aðra og bætt úr þessar ömurlegu stöðu á fasteignamarkaðnum sem að yfirvöld, stjórnvöld bera mesta ábyrgð á. Já, búið til, algjörlega. Reyndar einn liður hérna sem við ætlum að taka áður. Ég baði ykkur í samstarfið Arctic Trucks Polar við okkar þar. Við höfum verið að, þið vitum alltaf þeirra sérlega ferðir á Suðurskautið. Við ætlum að fara þangað að taka þátt. Já, við var það ekki. Ætlum ekki að tekja henni mynd eins og hér í dag. Það var eitthvað. Já, frjósa þess að vélar ekki í hel. Sjáum til. Á undan okkur. Hvað erum við að tala um? Hvernig loftslagið? Þetta bara 20 gráður svona jafnað. Þetta stærsti jökull í heimi, hörðu, hvað eiginlega annað? Ég vil fá nákvæmur í bara pakka létt og þetta myndir að mörgæsuna sem að kasta sér fram af klakkabrynjunni. Ég vonum að lifa ekki af. Ég hef verið að biðja hlustundur að velja eitthvað til að taka með sér þarna, sko. En ég baði ykkur að velja eitthvað sem eru klárar en þið til að taka með ykkur, 1 eða 2. Ég lá yfir þessu og mér datt bara enginn í hug. Ég sendi ykkur þetta í gær, sko, þannig að ég hafa nógan tíma til að hugsa. Þú veist hvernig við Stefán erum. Engin klárar en þið sem myndir að taka með ykkur? Mér datt í hug allan einn, já, ég skal við ekki, en hann líklega aðeins klárar en ég. Það góðu vinur minn og í senn lögmaður og knattspyrnudómari, kannski þekktari fyrir að vera knattspyrnudómari þessa dagana. Arnar Þór Stefánsson, og ég nefndi það bara vegna þess að við höfum svo mikla reynsluðið sjálfur að hafa ferðast vítt og breytt með heiminn. Þið fóru saman til Norður Kóru? Norður Kóru, til Rússlands og Kína og við göndum stundum með það. Við höfum séð 3 allavega af svona þessum gömlu kommunistaliðtöfum sem hann uppstoppaðir. Það er að segja Lenin og Mao og Kim Il-sung hann í Norður Kóru. Við eigum bara eftir Ho Chi Minh í Vietnam, held ég. Þetta skrítið fettis. Menn hafa mismunandi áhuga. Ég held að veri gaman að bæta við. Ég er þetta mjög fúll út í hann eftir að hann svifti, sko, hann neyðilega komið veg fyrir það að
frambæri sigur og bítum gegn Breiðablik hérna fyrir í sumar en látum það slæta í bili. Ekki rétt muna hjá mér hörður að þú fórst að þetta til Norðurkóru á undir fölskum flaggi. Þú þóttist vera hjúkrunarfræðingur. Nei, hvað var það? Lögmaður, ég meinti það, já, ég var að vinna á viðskiptablaðinu þessum tíma, Gísli var að vinna saman. Þeir taka blaðamenn bara á hálsakvað. Ég rétt slapp, ég höfði bara fótum mennum bara að fljópa út. Já. Þeir svona, þeir trúðu mér ekki svona eftir sem gekk á ferðina og voru svona mikið að spjalla við mann og hvað ég var að gera þessu lögmaður og ég var nú svona ekki góður einhvern veginn að ljúga mikið að þeim einhvern nýjus. Þú stóður miklu betur í því í dag. Já, miklu betur. Nei. Þetta var stórkustluverið. Þarf það eiginlega að fá okkur mann Arnar Þóri og hann bara velkominn. Ég skal fyrirgefa þetta. Við vorum hana með 2 lífverði allan tíman Norður-Kóru. Við fórum sem var einu ósk okkar að fara á eitthvað svona baðströnd og þá var okkur farið og sýndi okkur svona baðströnd sem var nú bara bara full af grjóti og ekkert sérstaklega svona sjarmerandi og okkar maður Arnar Þór vildi nú mikið fara að synda og kafa og þá þurftu þetta annar af okkar leiðsögumönnum að fylgja með og þegar Arnar Þór kafaði þá kafaði leiðsögumæðurinn og þegar Arnar Þór fór að synda fjær landi þá eldi hann miklar áhyggjur að Arnar Þór var að stinga af. Svona verður þetta á Suðurskautunum líka. Aldrei festi þess að öryggisvarar aftur. Arctic Trucks sendir einhvern með okkur bara til að fylgja okkur. Ég hugsaði þetta lengi og þetta þetta langt ferðalag og mikil einangrun og mikil myrkur, sérstaklega maður að ferðast auðvitað vetri til, mikil birta og ég gera það þegar við förum þarna vetri til. Og mér, það svona skaut niður í kollina mér svona tvíegi sem ég væri til að hafa þarna með mér. Það annars vegar Jón Gunnar Jónsson fyrir fórstjóra bankasýsluna. Sýslumaðurinn? Já. Og félagi hans og vinnur okkar Friðrik Þór Friðriksson kvikmyndagerðan. Ég held að það algjörlega óborganlegt að detta í það með þeim á Suðurskautum. Ég held að það rosaleg ferð. Er þetta ekki betri hugmynd? Já, jú, þetta betri hugmynd. Þetta alveg legend. Ég sé þetta bara fyrir mig sem góða hópferð. Við erum konum með 6 manns. Við 3 bætust við. Þannig að þetta verður rosaleg ferð. Ég bara sveimhuga þetta, ég bara var eins og þráðin sko miða við hann er framar líka eins og þú, Jón Gunnar miða við sko atorku sem er Jóns Gunnars, þá er hann búin að selja Suðurskautið áður komið tilbaka best heppnustu viðskipti sögunar já, og dregur hann þá heldur úr já, herðu, nokkra spurningar sem okkur bárust þið vitur og þið fattur nörgla frá hverju þessi kemur hún hljóma svona hvor er sérhlífari, prímaloftið eða fræið? Hver er það að spurta þessu? Ég myndi ekki skæða þetta sé vinkun okkar Ólöf Skafta. Það er bara á rétt. Þessi leikur bananlegunar núna, hún fyrir ekki bakið í tennis. Ég ætla bara að átana. Hún reyf á sig kálvan líka í tennis og hún kann ekkert á sig íþróttir. Nei. En svarið spurningunni? Það er ekkert svarið, þetta er bara ómálefleg spurning. Hvað er það? Hvor er sérhlífnari? Þetta er þetta fárlega spurning. Ég bara skil ekki spurning. Næsta. Svo var einn sem spurði, ég reyndar hitti eina á Kringlukonni því ég fór þangað í ger sem að var búin að sjá ég er aklir á pottet að horfa þannig ég ætla ekki að segja hvernig það var en þá var spurt sko af hverju voru þeir að rífast það var eftir að við byrtum á Facebookum það að þið var að koma saman sögulega sættir en við erum búin að fara yfir það Nei, það er búið að lýsa Það er búið að grafa stríðsöksuna allir út en vinnir Ég fekk ból hérna Ég minn á söfnunarreikningin Hversu langlífa tellið að Guðrún Hafsteinsdóttir verði í sæti formann Sjálfstæðisflokksins? Bara svona svo kom ein létt spurning Já, ég leiði Stefán að byrja þannig Já, þetta nú vand með farið. Það þetta fylgir hérna fyrir eftir á spurning sko, munur sveitarstjórnarkosningarnar í vor hafa einhver áhrif á það? Já, ég held að ef að flokkurinn nær ekki vopnum sínum á megin stöðum, þar sé að ef að það gerir sem að gæti gerst að flokkurinn missi fótana í til dæmis Hafnarfirði, þetta geti jafnvel orðið tæft á Seltjarnarnesi og í Garðabæ. Í Garðabæ líka? Já, og ég held til dæmis að ef að borgin ef að menn ná ekki að komast í meirhluta í borginni til að laga þessa katastrófu ongoing katastrófu sem hefur verið hér í gangi síðan 1994 þá held ég að það geti orðið þungur róður fyrir formannin og hún er að taka til hendinu núna, það er verið að reka fólk og skiptum þingflokksformann og annað og ef að þetta skilar ekki árangri í komandi kosningum eða könnunum þá hittnar auðvitað til dæra fljóttu undir henni, ekki síst líka út af því að
hún þetta vinnur kosningarna tæft á landsfundi og það eru margir sem í sárum eftir það. En ég held að sé of snebart að vera að draga einhver ályktan út frá þessu. Ég sammála Andrési Magnúsinni félaga mín við því að það ekki að marka þó að kannanir sé ekki komin upp núna, menn þurfa að stilla sig af og koma sér í bátana. Hann líka svona kunningi, ekki vinur. Já, það var varla ég myndi hvað hann heitir. en þetta nú svona, þetta svarið. Hún gæti lent í öflugum mótframboði strax á næsta landsfundi, en hún svo sem nefndi það líka þegar hún bauð sér fram að hún ekki unglamb, hún ekki líkleg til að sitja þarna í 15 ár eins og sumir sko. Já. Markaðurinn alveg dauður? Já. Já, næsta mál. Nei, þetta... Nei, ég meina með þessa háu vexti að þá engin, það bara virðist vera mjög óspennandi að ferast í hlutabrjöfum í dag. Nei, það er því og mjög ólíkt þetta vextur ekki mikið bráð. Hvernig stemninginu markaði og svarið við því alltaf bara, hún engin. Það engin stemning. Það óstemning. Já. Og svarið við því bara það sem þú sagði Gísli, meðan að vextir eru 7,5% og meðan að það í boði fyrir fólk og fyrirtæki að fara með fjármagnið sitt á næstu 7% innlánsreikninga og kannski eilítið hærri í eitthvað lausafjársjóðum og meðan verðbólgan í kringum 4%, þá það bara mjög freistandi að vera þar, þá að menn sjá eitthvað skýr merkjum að það sé að verða eitthvað breyting á markaði og við sjáum bara, innlánin heimilina vaksa og vaksa og vaksa. Þau eru næstu 1800 milljarðar í dag og hafa aukist 500 milljarðar á 2,5 ára. Það ekki bara þessar 5 fjölskyldur? Væntanlega. Já, ég þetta sé bara ykkur í 5. Og með það svo að þetta veldur því að það fer ekki mikið fjármagn, það fer ekkert fjármagn í hlutabréfasjóði eða blandaðsjóði, það lítið eitthvað svona netto fjármagn að fara í skuldabrjóðsjóði sem veldur því meðal að þú varum að tala Reykjavíkurborg, það alveg svona eftirtektarvert að sjá það mjög strjál viðskipti eins og með útistandandi skuldabréfaflokkar Reykjavíkurborgar til að mynda svona lengst og óverðtryggðaflokkin og í þau skipti sem hafa verið eitthvað viðskipti på síðkastið þá hækkar á krafan og svona þú skoðar vextina á þessum skuldabréfaflokki á Reykjavíkurborg, svona lengsta flokknum í samanburði við sambærlegan flokk ríkisskuldabréfa eða lánasjóð sveitarfélaga, þá álagi þarna millibú og hækkar rosalega mikið og ég held að þetta sé mikið áhugi efni, þetta áreindar líka við önnur sveitarfélög, meira í tilfelli Reykjavíkurborgar, þetta áhugi efni fyrir sveitarfélögin sem standa mörg hver fjárhagslega veikt en þau þurfa að ráðast í mikla fjárfestingar, skulda það ekki setur en það skorður og þessir vextir á markaði í þessu skuldabréfaflokkum hjá þessu sveitarfélögum, sérstaklega til Reykjavíkurborgar, þetta mun setja eitthvað viðmið þegar þau eru að fjármagna sig í þessu. Þannig að það áhugjefni, vægast sagt. Þetta var bara já eða nei spurningar náttúrulega. Þetta rosalega upplýfandi maður. Óttu meira kampaðinn. Einhver líkur á því að miðflokkurinn leysi flokk fólksins af hólmi í núverandi ríkisstjórnarsamstarfi á þessu kjörtímabili? Nei, þetta sé útilokað. Já, ég held að það sé útilokað. Frekar myndi stjórnin bara springa? Ég held að stjórnin springi bara og menn búið það bara til kosningar, ekki síst eftir þessar uppákomur í þinginu. Auðvitað mun það einhverju leyti ráðast af stórum málaflokkum sem að miðflokkurinn hefur lagt áherslu á eins og varðandi útlendingamálum og annað. Það sem að ríkisstjórnin með fyrirheit og segist alla laga hlutina en maður trúir því nú ekki fyrir maður sér það gerast í raun og veru. Menn hafa algjörlega mist tökin á landamærunum eins og við þekkjum og samfélagið bara lenda í dýpri og dýpri kreppu hvað þau mál varðar, inn í skólakerfun ekki síst, þar sem að stjórnleysi ríkir og að hærra hlutfall nemenda sem ekki konar stakt orð í íslensku eru orðin viðfánsefni kerfisins einhvern veginn eins og ömurlegt og það fyrir þá einstaklingar sem að það eiga hlut. Þannig að ég held að menn þurfi bara að stokka spilin upp að nýju og það getur orðið mjög áhugavert. Eins og staðinu núna þá þetta Kristrún með pálmann í höndunum en svo sér maður líka bara hvernig hlutinni geta snúist hratt. Jónas Gahr Støre var að tryggja sér áframhaldandi setu í embætti forsætisráðherra Noregs. Það leit ekki vel út fyrir ári síðan og það voru aðgerðir sem að þeir gripu til sem að Jens Stoltenberg fyrst og fremst varðandi orkumál og orkukostnað
sem olli því að þeir náðu vopnum sínum að nýju. Fengu hann tilbaka eftir hann hætti á NATO. Já. Og við sjáum þetta reynda líka, bara ef við byrjum saman líka við stöðun í Kanada, menn töldu nú að íhaldsflokkurinn var með Pálmann í höndunum þar, Pierre Poilievre og gegn Mark Carney, svo snerist þetta örfáum vikum. Ástralíu líka. Ástralíu, og ég segi sko, það getur vel verið að Kristrún hafi Pálmann í höndunum núna, en eftir 4 vikur geti það farið í vaskinn. Mér finnst þess að fólk þetta mjög fljótt að gleyma þegar munið þetta neyslismál varandi Ásthildi Lóu, varandi fjármögnun og fjármálflokks fólksins sem að Daðmar Kristófersson tók á sig. Það var ekki haft neinar afleiðingar, sem var bara spillingarmál, þar sem að flokkurinn var að þykja fé gegn skýrum lagagreinum þau mál. Ég sá að Þórhildur Sunna var einhverju viðtali á RÚV í vikunni, hún nefndi þetta málundur ekki sem spillingamál. Nei, sjálfsögðu ekki. En hún talaði Íslandsbankasöluna og eitthvað svona fleira. Já, það er alltaf svona bókina rætt. Þannig að í raun hefur þessi ríkisstjórn komist rosalega vel af með þessi erfiðu mál. Það er kannski eðli ríkisstjórn á fyrstu metrónum eitthvað slíkt, ég ætla ekki að fullur það, nema bara Kristrún og spinndoktorarnir þar, Þórður Snær Júlíusson og Ólafur Kjaran og þessir ágættu menn allir, að þeim tækist bara svo vel upp í þessu verki sem raun ber vitni. En auðnubrigðin í pólitíkinni geta verið svo ótrúlega snögg að koma fram. Já. Bara síðast spurningin, stuttsvar, mun ný forsta Sjálfstæðisflokksins líklega að vinna með samfylkingu eða ekki? Eða haldið það ný forsta Sjálfstæðisflokksins muni vinna með samfylkingu? Nei. Ég treysti myndar að svara sjálfur það bara, það getur allt gerst í pólitík. En ekki frekar að samfylkingin hefur engin áhuga að vinna með? Maður bara veit ekki, Kristrún hefur bara sagt fullt af hlutum í kosningabaráttunum sem bara hefur ekkert staðið, sko. Þannig að maður grunar þetta og hún sé bara tækifæri sinni hvað það var, bara til að halda völdum og sé tilbúin til að laga sig bara að breyttum veruleika eftir því sem að þurfa þykir. Ég bara veit ekki annað, en svo finnum að það er djúbrætt hatur í garð Sjálfstæðisflokksins og maður sér það bara á allir í opinberu umræðu, nefnir Þórhildur Sunnu, það er þessi nýja þáttarað hatur sem að aðstofamaður Þorgerðar Katrínar framleiðir á RÚV, það sem að bara er rætt við Henry Alexander Henrysson og Semu Erlu Serdaróglu og Þórstna Júlíusson og svona, þetta er bara fólk að breiðu spektrum í samfélagsins og allt ósamál í pólitík og allt það, sko. En þannig er bara orðræða. Það er gott að fagna fjölbreytileikanum. Já. Og sérstaklega líður mér nú bara vel með það að mínir skattpeningar hafi farið í að fjármagna þetta raus. Er þú ekki viðmældi næsta þetta? Jú, ég tek undir mig alveg heila þátt hjá það. Það leiðir aðeins að því sem við ætlum að ræða hérna rétt í lokin, sko, bandaríski fjölmiðlamarinn, ég vil kalla það, Charlie Kirk, hann var felldur í vikunni, hann bara drepinn. Köldu blóði á miðvikudagskvöld, sama kvöld og stefnur að forsætisráðherra fór fram. Já. Þó ekki tenging þar á milli, en hann var eins og allir vita nú í dag, hann var skotir. Ég ætla að fylgja þessu málið hans eftir helgi, en mér langaði samt aðeins til að fá svona ykkar teik á þennan sorglega atburð. Þetta er bara skelfilegt og sérstaklega þetta ólíkt því að þetta búið að fremja mikið af pólitískum morðum í Bandaríkjunum undanfarið. En ólíkt þeim morðum sem að vera fram með undanfarið þá er þetta samikið hlutana, þarna eru samankomið 1000 manns og þetta næst á myndband sem gerir þetta alveg einstaklega grotesk. Þetta nánast gerist í beinni útsendingu. Já, það gerir það. Hann er skotin einu skoti í hálsin, manni sýnist nú á þessum upptökum að hann hafi látist nær samstundis. Getur ekki að verið. Þetta komið á Twitter örfáum mínútum, mínútur setna. Já, það er að teiknast upp núna mynd er að halda að þessi Tyler Robinson sé morðinginn, ég held að hann sé 22 ára gamall maður og menn hafa verið að teikna mynda þessu. Þetta er dálítið áþekkur glæpur og sá sem var framinn gegn Donald Trump í fyrra. Það er að segja að það er leyniskitta á húsþaki af löngu færi, sannlega 1000 metra færi, sem að skýtur. Skittan þarna hittir hann ekki eins og hann hefur ætlað að gera. Það er enginn sem að tekur mann út með þessum hætti sem að skýtur í hálsin á fólki, menn reyna með á brjósthol eða höfuð og það er auðvitað það sem gerist í tilviki Trump að það var skotið á löngu færi og skotið geigaði fyrir þá einu ástæðu að Trump snýr sér snögglega við og hann er hittur í eyrað en annars hefði, ég lefði bara að segja ég sennilega hefði bara höfuð á hann splundra, sko, eins og óhugulegt og það er og þar fórst nú
manneskja reynda líka, það má ekki gleyma því. Gestur sem satt í áhorfdarsalnum, Já, maður sér reynda sko, þetta voða atburður og þetta verður ekki aftur tekið. Hann liggur núna kaldur í kistu í Virginíu, það búið að flytja líkið með Air Force 2 varafórstavélinni frá Utah til Virginíu og í sjálfsög verður þessi skaði ekki bættur að neinu leyti. Hins vegar velti maður fyrir sér afleiðingunum. Mér finnst mjög gott að sjá að það verður ekki komið til óeirða í Bandaríkjunum. Maður hefði kannski haldið að hægri menn myndu grípa til sömu aðgerða og vinstri blokkin gerði eftir morðið á George Floyd, þar sem að heilu borgarhverfum voru lögð í rúst og kveikt í bílum og húsum og annaði þeim dúr og kallaði eftir því að lögreglan væri fjármagn væri tekið að lögreglun og annað slíkt, svo geðbilun sem fylgdi því, það hefur ekki gerst. Hins vegar höfum við séð mjög ískyggilegar og óhugulega fréttamyndir frá samstöðufundum með minningarathöfnum Kirk þar sem að forsvarsmenn Black Lives Matter, BLM-hreyfingarinnar, hafa komið inn og gert hróp og reynt að leysa upp þessar minningarathöfnir. Eitt dæmi sá við það sem að hann kemur einn af þessum leiðtogum á hlaupahjólinn í hópinn og segir fuck him sko, og vísar í hinn látna. Og ég verð að viðurkenna að maður horfir á hægrið sem að oft kallað öfgahægri í Bandaríkjunum. Þeir virðast hafa haldið haus þrátt fyrir þetta. Þeir gerðu það líka þegar Trump var skotinn í fyrra, að það varð ekki allt vitlaust, það sauð ekki upp úr. En þegar vinstri mennina að ræða, öfgamennina sem að halda kampusónum í háskólunum í Bandaríkjunum í herkví út af Palestínumálunum og vilja brjóta niður þjóðfélagið eins og við þekkjum þetta dag, þá engu eirt. Þá vaða menn bara uppi eins og engi sé morgundagurinn. Og þetta ákveðin lærdómur, ég held að þetta sé eitt af því sem að megi takin í umræðuna hér heima þegar við erum að ræða þennan voða atburð, að það sífellt vísa til hægrisins á þeim forsetum að skautun, já, hægrið sé að leiða til aukina skautun og að draga umræðuna í einhver áttir. Það miklu síður vísaði að vinstrið gera það. Það líka eins og með þennan mann. Hann hafði skoðanir, hann var evangelískur íhaldsmaður í Bandaríkjunum og menn hafa leysið að kalla hann öfgamann og ég veit ekki hvað og hvað sem að ég held að standist nú ekki skoðun vegna þess að ef þú skoður á amerískt samhengi varðandi fóstureyðingar eða annan viðauka stjórnarskrárinnar frá 1795 byssueign og annað, að þá hann ekki öfgamaður í því. Það bara mjög stór hluti Bandaríkjamanna sem einmitt á þessar skoðun og það getur því ekki talist öfgaskoðun í því samhengi. Og maður sá til þess Kjartansson blaðamann sem að lengi var á Morgunblaðinu og skrifaði þar furðu fréttir ánum saman, að hann skrifaði strax fréttaskýringu þegar maðurinn var látinn, hver var þessi maður, og það var bara tiltekið eitthvað neikvætt. Já. Það var engin tilraun gerð til þess að sjá kost og löst á manninum. Það var bara dregin upp skrímslamynd á hann. Skrímslamynd og hann kallaður öfgamaður. Nýjasta dæmið þessa skautun síðan, og mér langar til að taka fram hér, sem vísun í ummæli sem að hann hefur látið falla Guðmundur Andri Thorsson, ég veit ekki hvort að það hefur rekið augun í það, að fyrir alþingismaður samfélkingarinnar og rithöfundum með meiru. Það bara að lesa hérna nýjan status frá honum, Já. Mikilvægt að muna að við vitum ekki hver banamaður Charlie Kirks né hvað honum gekk til. Fráleitt því að kenna einhverjum ótilgreindum pólitískum andstæðingum hans verkið. Sannlega hefur þetta bara verið eitthvað formaður eitthvað saumaklúbs auðvitað. Hér var hins vegar augljóslega fagmannlega staðið að verki. Hitt rétt sem maður hefur séð íslenska aðdáendur Kirks talum. Morðans áfall fyrir málfrelsið. Þó kannski ekki þeim skilningi sem þeir eiga við, því að haturs áróður hans fær nú aukið lögmæti og vægi og hverskins andmæli við honum eru túlkuð sem stuðningur við dráp hans. Nú þegar fólk víða í Bandaríkjunum farið að missa vinnuna fyrir það eitt að segja hvað því finnst þennan talsmann misréttis, rasisma og kúgunar. Hættir við að þetta sé rétt að byrja og hinn fasísku öfl noti þetta ódæðisverk framið á ókunnum fagmorðingja til að herða tökinn gagnvart frjálslindum og framsæknum talsmönnum mannréttinda. Ég segi bara eitt. Lestu síðust orðin aftur sko. Til að herða tökinn gagnvart frjálslindum og framsæknum talsmönnum mannréttinda. Akkurat. Maðurinn liggur í kistu sinni. Hann ekki honum kaldur. Guðmundur Andri Thorsson, skammastu þín. Djöfull þetta ógeðslegt.
Einhverju við þetta bæta hörður? Þetta ekki ágætis lokar. Nei, þetta bara mjög sorglegur atburður og eins og segi, við ætlum aðeins að fylgja svo eftir helgi, en það mjög Hvernig ætlar að gera það? Áhugavert að sjá, ég ætla meðal hans að fá Frosta Lóðarsson tíminn og fleiri. Við ætlum aðeins að ræða það. Það er mjög áhugavert að sjá þessi til mér fréttaskýring sem vísar í áðan að vísi, sem Hjartar skrifaði og RÚV hefur reynt að draga upp svipaða mynd. Og það einhvern veginn varpað því alltaf upp að sá sem að hefur þess skoðanir, sambarlegar og Charlie Kirk gerði, hann öfgamaður að þeirra á móti fóstureyðingum, styður byssu einn og svona sko. Sá aðrir sem að til dæmis er fylgjandi því að deyða fóstur réttur í fæðingu, það er ekki öfgar. Það er bara, hvað sagður, frjálslyndi og mannréttinda frumuður svo ég tæki bara ítt dæmi sko, sem er auðvitað eins og þú segir alveg réttilega, þetta er auðvitað og þú hefur svo sem bent á í viturum ég sá að þú varst á Bylgjunni og Stöð 2 í gæra fjallum þessi mál, þú veist, þetta er auðvitað sum þessara mála eru auðvitað ekki mál sem eru yfirlega mikið rætt hér, þú veist, byssueign er ekki issue á Íslandi, svo ég sletta þess, svo dæmis ég tekið. Það er almenn sátt fóstureyðingalöggjöfina eins og hún stendur í dag. Já. Það er mikill meira hluti fyrir því að það sé búið að finna einhvern ramma sem að sé ásættanlegur. Þó að Katrín Jakobsdóttir og fleiri hafi viljað ganga lengra og leyfa fóstureyðinga bara fram að fermingu. Einmitt. Þannig að þetta er einhvern veginn, það er bara þessi umræðu hefð sem að við eigum bara eftir einhvern veginn að móta og skilja einhverju leiti. Þú veist, það er einhvern veginn reynt að festa fólki einhver box með það og reyndi einhvern veginn að afmarka það hvað má segja hvað og hvenær og hvernig. Sko. Já, umræðuhefðin er bara eitt og Charlie Kirk sagði bara, ég skal eiga samtal við þig hvað sem er. Vandinn er sá að vinstrið er svo öfgakent í sinni framsetningu og það byrtist í þessu máli með Snorra Másson. Það sem að hann fór skakt inn í eitthvað viðtal í Kastljós og greip oft fram í og var of æstur og eitthvað slíkt. Og hann er að velta vöngum yfir því hvort að líffræðilegu kyn séu 2 eða hver staðan sem er bara eitthvað sem má velta vöngum yfir. Nei, sko að mati þessa fólks, Guðmundar Andra Tórsson þessa fólks, þá má það ekki og það er bara strax farið að segja, það er nú út af skoðunum eins og þínum sem ungt fólk er að fremja sjálfsvíg. Þú berði í raun og veru óbeina ábyrgð með þessari orðræðu að ungt fólk er að fremja sjálfsvíg. Landlækninga það er skinn. Ef að það er að gerast og við vitum að það er að gerast að fólk sem á við kynáttuna vanda sem á við það að stríða hefur framið sjálfsvíg og þetta er erfið staða sem þetta fólk er í. Ef að slíka atvik koma upp þá er það ekki þeim að kenna sem að vilja ræða eða fara onni í saumana því hvernig við erum að haga þessum málum eða að benda á það að álit fólks eða skoðanir og ólíkar í þessum efnum. Þá er það bara kerfið sem er að bregðast þessu fólki sem að þarf þá að finna leið til að grípa það. Og við erum sífellt líka að sjá meira og meira að fólk er mjög viðkvæmt fyrir því að verða fyrir gagnrýni. Fólk þolir ekki að það sé einhverju sem har annarri skoðun eða fyrirlítið eða hvað það er. Ég get bara sagt fyrir mitt leyti. Ég hef ákveðna skoðanir og þær eru bara hluti af því hver ég er. Þær skilgreina mig eins og ég er. Ef að ég ætti að taka inn á mig það sem ég þarf að sitja undir vegna þessar skoðana minna og hvernig ég er af Guði gerður, þá væri ég marg gengin í sjóin. Þetta snýst auðvitað líka það að búa til viðmótsafl til þess að taka á móti og standa á eigin fótum og eigin sannfæringu alveg sama hvað öðru fólki finnst þig. Það er það sem að þarf að ala með fólki og undirbyggja þegar að fólk kemur út úr skápnum eða kemur fram og segir ég er bara fættur í röngum líkama og ég ætla að bregðast við því með þeim hætti sem að þörf er á, stiða fullkomlega. En það þarf líka að tryggja það að þetta fólk fái þannig undirbúning út í lífið að það geti bara staðið keyrt frammi fyrir þeim sem eru þeim hjartanlega ósammála. Það er mikið verið að tala bakslag í jafnréttisbaráttu samkynhneigðar á Íslandi. Ég ætla bara að leyfa mér að fullyrða að þetta er bara rugl. Þó það sé eitthvað ungt fólk að gelta á eftir einhverjum kallmönnum sem að leiðast einhver slíkt, þetta eru bara vittleysingar. Og það þarf bara að benda á þess að krakka og koma þeim í skilningum sem hafa alltaf verið til og verða alltaf og verður alltaf til, en það er krafan er núna svo að það megi ekkert segja sem mögulega geti móðgað einhverja minnihlutahópa. Það má ekki segja orðið brandar konur eða homma eða fatlað eða hvað það er og það þarf bara í auknum mæli að segja þessa brandara, gyðingabrandara. Það þarf bara að gera það vegna þess að tjáningafrelsið er grundvallarrétturinn umfram allan annan rétt sem við höfum. Leið og tjáningafrelsið farið, þá er allt hitt frelsið farið. Já.
En ég meina, bestu orð Charlie Kirk á mörgum góðum voru alltaf þau að leið og hættum að tala saman þá byrjar ofbeldið. Já. Það bara hárrétt. Svo fellur hann fyrir morðingi hendið þarna og þetta verður þetta lengi. Sem að Guðmundur Andri reynir að réttlega. Þessi skrif hans og það reyndar að hafa fleiri runnið á svellinu. Jóhannes Þór Skúlason vinnur okkar á samtöku ferðarþjónustunnar. Hann rann á þessu svelli, að hann sá að sér. Hann fór einhvern veginn að reyna að setja það í samhengi á hverju maðurinn hefði verið drepinn og hann hefði þurft að senda frá sér yfirlýsingu nú út af því. Og allt var það vegna þess að þessi Charlie Kirk hafði haft einhverjar neikvæða afstöðu til homo og lesbía og þess hóp sem að samtökin 78, þar sem Jóhannes Þór situr í stjórn, standa fyrir þeir eru í alvörunni. Já. En eins og segir, hann hefur nú beðist afsökunar á því og drýði það einhvern veginn tilbaka. Já, hann gerði það og ég held að hann hafði nú þetta gert það eftir að þú brást þarna skjótt við og spurðir hann hvaða samhengi að væri að vísa í. Ég baða bara útskýra í hvaða samhengi þessi maður var feldur, eða drepinn. Já. Herðu, strákar, bara hleypugurinn helgina. Heima grilla. Nei. Ef við held áfram. Já, bara ég hef ekkert betra að gera. Enga víni. Nei, bara kunningja. Við erum að nóg að borða, við þurfum að klára hana mat. Já, við höfum ekkert betra að gera. Svo þetta harðfiskur fyrir ykkur, frá Bitafisk, það takk ég þetta með ykkur inn í helgina. Já, þetta frábært viðbytt. Ekki? Jó. Ég þakka Búlísmedia fyrir að vera með okkur í dag. Það er frábært að hafa þá, hjálpa okkur mikið að búa til þennan góða þátt. Við kynntumst þeim fyrst, var það ekki í kosningasóninu? Jú, það sem við vorum með, hvað heitir hann aftur hérna, svo sem við fótboltaþáttina maður Heiðrunar Lindar Hafliðason Hafliði Lofsson. Já, ég held það. Hjörvar Hafliðason, okkar góði vinn. Er hann ekki í golfferð núna? Ég bara geti vel trúið. Ég held það, já. En það er hérna, herðu, við kannski ekki endurtökum það leikengtumann. Er ekki 16. kosningar í vor? Jú, þetta er að segja að þetta búið til gott sjónarpúð í. Ég veit ekki hvað ég þarf að drekka marga kampaðarflösku til þess að gera það skemmtilegt. Já, ég meina, við höfum nú lagt ímyndilegt á okkur. Já. Er þetta að kaupa svona flösku eða? Já. Já, styrmi, í kampaðarsvölinni. Já, það er bara, maður byrjar á því að hafa samband við Lífeyrissjóð Vestlumanna, veðsetur húsið og svo kaupir maður svona. Nei, hann er, styrmir að taka eins. Næst ef ég mæti hérna þá ætla ég að mæta með hvítín frá Knoll í Vachá. Það er frábært. Það er algjörlega frábær framleiðandi. Hann er að gera góða hluti í þessu. Getur þá tekið þátt bara aftur á morgun eða? Ég held að þetta vín komið til landsins í næstu viku, þannig að við þurfum að bíða í viku. Herðu, Stefán Einar, Hörður, takk ykkur sem horfðuð. Takk fyrir í dag. Góð helgi. Takk.